Já, komið sæl og verið velkomin í Dota á Íslandi. Býttu, nei, við erum í rakveitu-deildin hérna, við erum komin í GR-verkdeildina. Já, alveg rétt. Ég heiti ekki Ding og ég heiti Brimar Jörg og við erum í GR-verkdeildinni í Rocket League í dag. Komið sæl, með mér er engin annar heldur en Steingrímur sem að leiðrétti mig hérna rétt áðan. Hvernig er tilfinningin í dag? Tilfinningin er góð. Það eru skemmtilega leikir framöndan og deildin alltaf bara búin að vera rosalega skemmtileg líka. Já, algjörlega. Búið að vera mjög spennandi. Síðasta vika var pínu upp og niður en mjög skemmtileg inn á milli og voru einhvern veginn allir fyrsti leikir einhverju sópar og síðan komu alveg leikinir eftir það en fengum í rauninni bara mjög skemmtilega helgi miðað við fyrstu helgi fannst mér þar sem að voru sömu liðið að spila á móti hvoru öðru og við fáum aftur núna umferð númer 7 hjá okkur og þá er það sömu lið eða bara sömu leikir og við fengum í viku númer 2 eða umferð 2 þannig að verður gaman að sjá hvernig það allt fer og við byrjum kannski bara að kíkja á stöðu deildarinnar áður við fyrir með eitthvað lengra til að minna okkur á hvernig staðan er hérna og það er 3-5-4 sem er ennþá á topnum 6 sigrar eftir 6 leiki, þetta er ekki flókið Þór þar á eftir bara búið að tapa á móti 3-5-4 Dusty og Stjarnan með 6 stig Dusty er fyrir ofan í plus og mínus þó að þessar plus og mínus tölur eru ekki réttar Ómon er síðan í 5. sæti og Ravík í 7. Er þetta hvernig þú varst að spá fyrir deildina eða? Sko, já, ég held það. Mér minnir að spáin í byrjun hjá mér hafi myndi verið að 3-5-4 væri á toppnum og Þórsar í öðru og Dusty í 3. og Stjarnan í 4. og Ómon og Ravík. Já, þú ert alveg með þetta á hreinu. Ég var ekki með þetta á hreinu, sko. Mín spá er bara eiginlega farin í ruslið nema eitthvað hrikalegt gerist en það var Þór á toppnum 3-4 síðan sko, að Þór á toppnum Stjarnan í öðru 3-4 í 3. Ég held að þið geti hreinlega ekki gerst leikur þannig að mín spá er eiginlega bara farin en fáum kannski að sjá bara hvaða leikir eru í dag til að kíkja á hvernig þetta getur allt farið Það er Þór gegn Stjarnan, Ómon gegn Ravík, 3-5-4 gegn Dusty, uppáhaldsleikur margra. Hvernig líst þér á þetta? Mér líst mjög vel á þetta. Skemmtileg fyrsti leikur þar sem að Stjarnan þarf að mæta Þórsarum og þarf að setja svolítið pressu á Þórsarana, Stjarnan, af því að þeir þurfa að viðhalda þessu 3. sæti á móti Dusty. Þarna er komin bara rosaleg samkeppni á milli Dusty og Stjörnunar. Og þarna þarf Stjarnan að setja svolítið pressu á Þórsarana og jafnframt það Þórsarar að koma pressunni á 3-5-4 sem eiga náttúrulega seinasta leikdagsins, til dæmis. Þannig að þetta skiptir allir inn í gífulega miklu máli. Algjörlega. Stjarnan náttúrulega nýtt lið inn í deildina og Þór núverandi meistarar, bæði stórmeistara og deildarinnar. Þannig að þetta er pínu samt svona stórt skref kannski fyrir þetta nýja lið að vera að berjast við toppliðin hérna. En samkvæmt minnisspá eiga er alveg að geta það og við höfum alveg séð virkilega flotta leiki unnið náttúrulega Dusty og ég held að þeir geti gert þetta á góðum degi. Þetta eru náttúrulega allt strákar sem hafa spilað og eru spila mikið þannig að þeir hafa, þó svo þessi ekki kannski búin að spila saman til lið, þá hafa þeir alveg nokkrar ára reynslu í leiknum sem að skiptir máli. Og nú er náttúrulega bara eflast þeir við það að spila saman og móta þetta lið. Það er það sem skiptir máli. Algjörlega. Hafa haldið svona aðalænapunni heilt yfir en hafa komið með hérna varamann svona inn og út þegar það þarf og við höfum séð það reynda bara hjá flestum liðum held ég. Það eru mjög fá lið sem eru búin að ná að halda bara sama 3 manna hóp. Þór allavega eitt af þeim liðum, ég man ekki hvort að 3-5-4 hafa einhvern tíðan skipt út leikmanni. Jú, einu leik. Jú, já, Dusty. Það er hérna, Dusty hafa alltaf spilað með sama line-up. Já. En þá kannski fyrst við erum byrjað að tala það og skoðum við fyrra liði hérna, fáum Þór upp á skjáinn, sjáum hvernig þeir stilla sér upp. Fallið rauðu bílinn hérna, það er Steb, Bjarni, Emilvald og Paxól, þið þekkið þetta öll. Nema við höfum ekkert fengið að sjá Paxól. Ég held að margir væri alveg til í að sjá hann spila. Já, ég hugsa að það væri alveg gaman að sjá hann detta inn í kannski einhvern leik, bara inn á sem varamaður sko. Já, og
við erum að tala þetta gríðarlega sterkur liðsópur og Paxhól náttúrulega virkilega flotti leikmaður, þannig að kannski skiptir ekki öllu þótt hann komi inn á hana í staðinn fyrir einhvern, kannski, þegar við erum að tala ekki 3-4, heldur einhver önnur lið, en það Stjarnan kannski pínu áhætt að vera að spila hann inn á þar, en með við stöðuna í deildinni þá Þórsarar eru búin að tryggja sér frekar svona þægilegt annarsæti nema þeir fara að klúðra einhverju mörgum leikju núna. Eru hérna 4 stigum á undan bæði Dusty og Stjörnunni, þannig að það gæti alveg verið gaman að sjá hann bara hér í dag á móti Stjörnunni bara til að sjá eitthvað öðruvísi í gangi. Það væri alveg gaman, en ég meina við erum alltaf með sennilega sterkasta line-up deildarinnar núna, sem Bjarni, Stepp og Emilvald. Algjörlega. Því þarf í rauninni ekki að breyta. Nei, því þarf ekki að breyta, en ég veit að það væri gaman að sjá það allavega. Við elskum að sjá fjórðu mennina okkar koma hér inn, en kíkjum á lið Stjörnunnar, sjáum hvernig þeir stilla sér upp í þessu dökkbláa bíl sínum. Og þar Smári 28, Daxi, Porsas og Skelli eða Skjálbaka. Skelli búinn að fá að spila þetta í allan á 2 helgar eða 2 umferðir eða eitthvað svoleiðis. Já. Þar sem að Porsas hefur ekki komið á alla leikina, en Skelli búinn að koma virkilega sterkt inn, vil ég segja. Já. Þetta virkilega ungt lið og að koma hennar saman sem svona lið í fyrsta skipti. Bara það að lenda í 3. eða 4. sæti finnst mér vera árangur. Í rauninni væri allt bara að halda sér uppi. Í rauninni að vera ekki seinastir fyrir Stjörnuna bara árangur. Með við hvað að þú ert að tala þessu ungu stráka, þetta nýtt lið. Og ég meina þeir geta bara hort bara fram á veginn og verið bara mjög stoltar af því sem þeir eru að gera með þennan hóp. 100%. Bara algjörlega. Ég fíla samt þetta hérna Smári 28 og Daxi, þetta náttúrulega Daxi og Daxi í raun. Já. Skemmtilegt að hann ákvað að breyta nafninu sínu. Porsas, það svona, Daxi og Porsas. Þetta eru spilarar sem við þekkjum, hafa verið hérna aðeins lengur. Smári og Skelli komu hérna inn í stórmeistara og gerðu nú bara frekar góða leik. Skelli hérna komst ekki áfram, en gerði samt spilaði virkilega vel sjálfur fannst mér og þess vegna sitjaði líka akkurat þetta lið saman til að koma sér hérna upp í úrvalsdeildina og þetta verður heldur bara gríðarlega skemmtilegt að sjá. Ég veit að Smári virkilega duglegur að ýta áfram og komast í boltan, en það þá spurning hvort hann nær að komast í boltan áður en að Emilvald komið með hann upp í loftið. Já, það náttúrulega áhugavert að sjá af því þau náttúrulega búin að spila móti hvort öðru einu sinni nú þegar. Já. Og maður hefur alltaf smá tíma þá í rauninni á móti til þess að aðlaga sig að því hvað sé í rauninni að gerast. Við vorum að fá nokkrar upplýsingar á skjáinn, en við spáum ekki í því strax, en það gæti verið smá töf í gangi, en þá fáum við bara spjalla ennþá meira þetta lið og kannski Þórsarana bara líka. Talandi reyndar við erum að fá landslið að spila núna seinna í vikunni. Jú. Þú ætlar að vera með einhverju meistara að lýsa þá, ef ég var rétt. Jú. Einhverju rugludall sem var hérna í gær í stúdíónu og hérna... Myndi það vera Dingo? Gæti verið meistari Dingo sjálfur, en það verður á KSI síðunum. Ég KSI með Twitch síðu, eða nú var ég búinn að kynna mér þetta betur. Þar sem að ég líklegast ekki að fara að vera með okkur í þessu verkefni, en mjög spennandi verkefni samt sem áður, þar sem þetta undir í fútból eða EFF, FIFA eða hvað sem þetta heitir. Já, og gaman að sjá líka við séum með þetta flotta lið, í rauninni við komum með landslið í Rocket League. Algjörlega. Og gaman að segja frá því að við vorum einmitt að ræða þetta bara ekkert fyrir svo löngu. Og við rættum byrjunarliðið og rættum varamenn og það var allt rétt hjá okkur. Allt rétt. Það þýðir að Dan eða Danny Juice sé varamaðurinn hjá Þórsara line-upinu, finnst mér líklegast. Eða hvort að hann sé í aðal. Hann í aðal. Stepp sem sagt vara eða hvernig kemur það út? Þarna erum við með Emil og við erum með Bjarna.
Já. Við erum með Dan og svo eru 2 varamenn sem eru Step og Pes. Það er Step og Pes, já. Já. Það er Dan sem er að koma inn í rauninni þetta Þórslið til að mynda landsliðið sem svona helstu 3. Step tekur þá skref tilbaka og Eða gæti tekið skref inn í, ég meina það er alveg hægt líka. já, Þannig að það er margt hægt og þetta er bara flottur hópur. Bara geggjaður verður hópur. ívulega gaman að sjá hvernig þið takast á við þetta verkefni og bara virkilega gaman og spennandi að fylgjast með þessu. Já, hefur einhverju hugmynd hvaða leiki við hefum fyrst eða? Vistu búin að skoða þetta eitthvað? Maður kannski bara kíkja á það, fyrst við höfum smá tíma Já, endilega. En ég væri reyndar ekki til í að sjá það að vera að spila á móti Fraklandi eða einhverju svoleiðis. En Fyrsti leikur er á móti Tyrklandi. Tyrklandi, Já. þekkirðu einhverja úr tyrknesku rockerleikinu? Sko ég þekki náttúrulega ekki mikið úr svo sem úr öðrum deildum en hef náttúrulega bara fylgst með Major og öllu því sem hefur verið í gangi. Þannig að Einhver svona stór tyrknesku spilari þar? Ekkert sem ég kannast við. Nei, ég nefnilega kannast ekki við það heldur, sko. Þetta er mér svolítið on the spot hérna. Já, nú ert þú sérfræðingur minn. Það er bara svoleiðis. Ég er hóstinn, maðurinn á móti mér er sérfræðingur. Þetta er ekki flókið. Þú mátt alveg hafa þetta á skjánum mínum ennþá lengur Því ég sá, við erum síðan Ítalíu. Hef bara aldrei heyrt að þeir séu góður í rafíþróttum, en svo sem fótbolti er náttúrulega sagan hjá Ítalíu í einhverjum íþróttum, þannig að getur vel verið að þeir hafi hoppað í Rocket League. Grikkland kannast við að hafa heyrt einhverja Jú, frá Grikklandi. ég kannast við það líka. Það eru mjög öflugt lið að koma þaðan, Lettland og Holland. Senast leikurinn á móti Hollandi, það er rosalega sterkt lið frá Hollandi, veit ég. Já. Þannig að það verður leikur. Ég held að þetta verður bara gríðarlega skemmtilegt og góð reynsla. Þetta er 23. október. Já, 5. dagur í næstu viku. Já, 5. dagurinn. Þetta byrjar kl. 5 fyrir ykkur sem að vilja fylgjast með, gegn Tyrklandi. Og ef þið er eins og ég að vinna til 6, þá hoppið þið bara strax inn í leikinn gegn Grikklandi sem að verður gríðarlegur leikur. En þetta er þétt dagskrá. Þetta er mjög þétt dagskrá. Þetta eru hvað, 6 leikir? 6 leikir, er þetta ekki best of 3 samt? Var ekki að tala það? Jú. Þetta er bara upp í 2 leiki. Já. Þannig að það er verið að spila í rauninni á móti eins mörgum liðum og hægt er á sem styrstum tíma. Það er eiginlega sett pínu upp svoleiðis. Og það er náttúrulega bara deild og svo náttúrulega bara útsláttur þangur til að koma. Þetta er rauninni svolítið bara eins og væri að keppa fótboltamóti í rauninni. Já. Og væri mér rauninni bara í á HM eða EM eða eitthvað svo leiðis í rauninni. Já, við erum að segja að þetta er riðillinn okkar, er það þá 5. dagur og 1. dagur eða bara? Þetta er frá 5. alveg held ég fram á laugardag eða sunnudag. Já. Það er bara allt mótið í rauninni. Já, það var samt allavega hvernig Step talaði það, hann er nú að svona yfir þessu dótið almennt og almennt mótastjórinn okkar þrátt fyrir að vera spilandi Íslandsmeistari. Sem ég skil ekki hvernig hann haldi sönsum stundum. Nei, þetta gengur, hann er ekki að vinna deildina núna, þannig að það er allt í lagi. En hann talaði að þeir þurftu að komast áfram til að komast í laugardaginn. Já. Þannig að það er greinilega þau þurfa allavega að vinna einhverja leiki til að komast í gegnum 5. og 1. dag, en þeir spila alltaf á 5. og 1. dag, skildist mér. Já, það er þá væntanlega riðlakeppni og svo ferðu áfram upp yfir milliriðil og svo held ég að koma úrslitakeppnin í restina. Þá fyrir við að fara að sjá liðin detta út og svo fáum við úrslitaleik. Það verður bara geggjað, sko. Ég held að bara allir þurfa að vera að fylgjast með þessu. Það er eins og ég segjum, þetta er í gegnum KSI, ég held að þeir verði með sína einn Twitch-síðu og allt svoleiðis. Við erum samt að sjá útsendinguna og það er okkar maður Dingo sem að verður held ég aðalkastirinn í gegnum dagana. Þú verður með honum 1 dag, Króli verður með honum 1 dag. Já. Bavka verður með production og bara eins og hann er að gera núna, meistari inn í stúdíóinu okkar. Þannig að þetta verður bara held ég virkilega skemmtileg útsending fyrir þá sem að vilja fylgjast með næstu skrefum bara hjá Íslandi. Hvetja alla til þess að koma og kíkja á þetta. Þetta er stórt skref fyrir okkur. Bara í alvörinni. Þetta er bara frábært.
og ég bara vil aftur hvetja alla til þess að koma og kíkja, horfa á streymið og hvetja liðið okkar bara áfram. Það skiptir máli. Það skiptir öllu máli og síðan náttúrulega bara sko, þó að þú sérst ekki einu svona að horfa á deildina þá vona ég að þú gefið þér tímann til að horfa á þetta því að þetta svona pínu þó þú sérst ekki að horfa á íslenska fótboltadeildina þá horfur við samt á landslið vera að spila, þú veist, við horfum öll á Ísland og gegn Fraklandi í fótboltanum sem var hrikalugur leikur, þannig að ef að íslenska fótboltaliðið okkar getur gert þetta, þá hlýtur íslenska Rocket League liðið okkar geta gert einhverja hrikalega hluti. Við höfum séð þess að spilara vera að spila móti bara þeim besti svona online mótum okkar. Ég veit ekki hversu margir hafa náð að fylgjast með því svo sem, en ég hef fengið allavega mjög margar upplýsingar þar sem þeir eru að taka þátt í svona undankeppnum fyrir stórmót og eitthvað svoleiðis og hafa gengið bara virkilega vel. En þetta fer að styttast í leikinn, gott fólk. Þetta er alltaf gerast, það er smá seinkun á leikmanni Stjörnunnar, en það er bara eins og gerist, það er sunnudagur og fólk er kannski bara búið að djamma eins og lengi eða eitthvað svona, þú veist. Getur ýmislegt gest. Já, nákvæmlega. Hver er þín spá fyrir leikinn samt? Nú var ég gaman að fá að heyra það. Spá fyrir leikinn, það verður 3-1 fyrir Þór. Já, ok. Þú tókst af mér, ég ætlaði að fara að segja þetta. Ég held að myndi gefa Stjörnunni aðeins meira tækifæri þarna. Ok. Já, ég sé einhvern veginn, ok, ég ætla að breyta spánni bara af því ég var að tala við einn Þórsspilara hérna langt fram á nótt, þannig að hann verður auðvitað ekki í sínu besta formi. Ég ætla að gefa Stjörnunni 2 leiki. Það voru 3-2 fyrir Þór. Ok, þannig að við förum í 5. leik. Við förum í 5. leik til að byrja daginn. Ég ætla að segja að Þórsararnir sópið þessu. Sópið þessu? Já, ok. Það er svo sem bara mjög raunveruleg spá það. Ekki dægt að segja við það. Þeir sópið hérna í viku 2 og þó að ég held að flesti vilji náttúrulega sjá fleiri leiki að þá höfum við því miður fengið allt og mikið að sópum finnst mér í þessari deild. Þrátt fyrir hvernig hún er einhvern veginn samt í jöfn. Þú veist, mjög mikið af þessu leikjum sem að hafa verið sópur hjá kannski þessum stærri liðum hafa farið í uppbótartíma eða eitthvað svona, þú veist, farið í gullna markið og eitthvað til að klára leiki. Þannig að fólk er kannski ekkert endilega að, þú veist, maður sér ekki allt þótt að þetta sé 3-0 sópur. Hver og einn leikur getur verið gríðarlega, og það munur henni bara, eins og segir, að þetta fari í hérna framlengingu og það er bara þetta eina mark sem skiptir máli, þú veist, leikirnir eru kannski að fara 3-2, 4-3, þú veist, það er mikið af mörkum, það er mikið verið að gefa í þetta líka, þannig að, þú veist, þó svo þetta sem þú segir, þessi sópur, það segir samt ekki alla söguna sem er á bakvið. Nei, mitt. Þetta er mikið keppni, það er mikið svona, þetta er mikið skref fram á við, þetta er gífurlega sterk lið og bara mjög sterk deild sem við erum með hérna. Algjörlega. Bara ein skemmtilegasta deild held ég sem hefur verið svona í Rocket League held ég bara svona allavega síðustu 3-4 ár sem ég hef verið að horfa. Þá finnst mér allavega það sem að ég náttúrulega kem inn seint. Hvernig fannst þér eins og fyrstu deildinar? Þegar þetta var að byrja á Íslandi. Þú varst hérna inn í 3-4 þegar þið byrjuðu, það ekki? Ég var svo sem var inn í því að hérna bara fylgjast með og var aðeins að peppa og tala og fylgjast. Já, en þú fylgdist allavega með eitthvað deildinni? Já, ég fylgdist náttúrulega alltaf með náttúrulega 3-4 náttúrulega búin að vera í þessu samfélagi síðan mörg ár. Já, örgulega jafn lengi og Dingo hefur verið hérna bara, svona cirka. Cirka, já, örgulega. En hérna, ég er náttúrulega búin að sjá og deildin hefur náttúrulega þróast gífurlega frá byrjun. Náttúrulega orðið náttúrulega miklu svona keppnislegri og svona gæðin hafa bara farið upp á við í rauninni. Þú veist, þú ert komið með alla þessa frábæru leikmenn, öll þessi lið, bara alla þessa ungu leikmenn sem eru að stígu upp. Þú veist, þeir sem eru að hætta, þú veist, það er alltaf komið leikmaður í staðinn. Það er það sem að mér finnst svo skipta svo miklu máli er að þú ert alltaf komið mann sem er með sömu, þú veist, ástríðu fyrir leiknum. Það er það sem mér er svo gaman að sjá á öllum þessum árum í rauninni. Algjörlega. Það er eitthvað sem að vantar stundum bara inn í sumt og bara sumar deildir og
Rocket League samfélagi einhvern veginn stendur sig alltaf jafnvel og hefur alltaf, þessi leikur hefur líka alltaf þróast eins og ég veit ekki hvað. Þú veist, að horfa á besti leikmenn 2017-18 tímabilinu er náttúrulega eins og að horfa á einhverja goldplatt spilara í dag. En það líka kannski eitthvað sem hefur sést í íslensku sinunni líka og bara mjög gaman að sjá líka alla þessa yngri keppinur alltaf vera að koma einhvern veginn inn. Þessi leikur einhvern veginn býður alltaf upp á það að séu fleiri og fleiri að koma inn í samfélagi og inn í deildinar, bæði fyrstu og úrvals. Maður reyndar ekkert hvernig það var komið á, hvort það var komin búin skráning á fyrstu deild eða hvort þið séu ennþá að reyna að safna fleiri liðum inn. En held að sé ennþá vera ég held að skráning sé ennþá opinn, þannig að já, þá líka drífið ykkur í að skrá ykkur í fyrstu deild. Það er mikilvægt að halda henni gangandi þannig að við séum virkilega að spila upp á hver á að vera hér bara að spila í beinni hjá okkur. Þannig að það er akkurat málið. Fyrsta sætið í fyrstu deild fær að hoppa bara beint upp í úrvals og alltaf gaman að vera í beinni. Allan fannst mér það gríðarlega skemmtilegt þegar ég var að spila professional og ég hafði aldrei verið að gera það í Rocket League. En það var mjög gaman í League of Legends og ég hef bara full að trúa að þetta er bara geggjur reynsla og ég mæli með það sko. Ég held að það sé líka rosalega gaman að efla hópinn og vera að koma á stórmeistaramót og svoleiðis og sitja saman með liðin og spila líka. Já, það sé svolítið gaman líka sko. Það er náttúrulega Arena Gaming býður upp á frábæra reynslu og þarft ekki að koma með mikið, aðalega bara fjasturinguna og kannski heyrnartóluðin ef þú finnst það að vera mikilvægt, annars bjóða þeir náttúrulega upp á heyrnartólu og allt svoleiðis. Þannig að það er ekkert að vesen að mæta og spila í stórmeistara eða á einhverju lani eins og við höfum verið með. En þetta, ég held að það væri styttra í leik, en það er kannski ennþá meira spjall bara hjá okkur. Þannig að spurning hvernig það er. Fæ kannski smá uppfærslu eftir smá, en fara bara að tala eitthvað allt annað núna eða eitthvað svoleiðis. Jú, liðin tilbúin, hendum okkur yfir í leikinn, guðs lof, ég var eiginlega búið með spjallið mitt og við förum í fyrsta leik. Og hoppuðu inn á völlin. Það er Þór gegn Stjörnunni. Það er þetta klassíska frímenni hjá Þór, Emil Vald, Bjarni, Steb og síðan hinum megin er Porsas, Daxi og Smári. Þeir eru koma með sterkasta þriggja manna teimi sitt á móti Þór. Hér er Þór í góðri sókn. Bjarni núna með tækifæri en Daxi stelur þessu af honum Porsas. Reynar að komast inn á framhjá Emil Vald, gerir ekki mikið en Stjarnan ætti að halda boltanum, missar reyndar aðeins frá sér. Steb með tækifæri, spesflug en nær smá stjórn á boltanum og Stjarnan ná að leysa þetta aðeins og hægist virkilega á leiknum til að byrja með. Steb með gott skot eftir sendingu og þetta smellur aðeins ofið marki. Fara Emil og Bjarni saman í boltan. Bjarni gerir virkilega vel. Smári missir á honum og Bjarni næstu búinn að skora Emil af veggnum á móti Daxa, fyrir fram hjá honum, fyrir fram hjá tveimur og þessi smellur á stönginu út. Stjarnan gera allt rétt til að byrja með en þurfa að koma núna fram hjá Emil Vald. Hann hefur verið maðurinn til að stoppa til að byrja með. Gera það vel núna. Porsas með tækifæri, kemst ekki fram hjá Steb hins vegar. Smári kemst upp í lofti, hittir ekki boltan. Emil Vald upp á Steb. Steb reynar að spila hann aftur niður fyrir framan Emil Vald sem er fyrir framan markinn, hittir ekki. Þetta fór í slána. Bjarni núna með tækifæri en er eiginlega ekki með stjórn á boltanum. Leifir Daxa að taka hann Smári gerir vel að koma hann fram hjá Steb þarna og ætlar að klára þetta bara sjálfur en Emil Vald rétt nær að komast í hann á undan. Núna Bjarni og Emil Vald upp vegginn. Bjarni gerir þetta vel og Daxi verið á línunni. Steb heldur þessu gangandi fyrir Bjarna sem setur þetta fyrir framan Emil Vald en Smári nær boltanum og kemur þessu fram fyrir Stjörnuna. Ekkert að gerast fyrstu 2 mínútur á leiknum, mjög rólegt. En Porsas með smá fimmleika Emil Vald stoppar þetta strax. Smári grófur í þetta, nær að trufla þá og
býr til smá tækifæri en Porsas aðeins og aftarlega til að gera eitthvað meira úr þessu. Já, hvað, vá, Daxi með settinguna yfir að Smára sem að ekki langt frá því að ganga þarna. En núna Emil Vald, Stef og Bjarni ná ekki að klára þessa sók. Bjarni hérna í loftinu, kemur sendingun á Stef og Porsas að gera virkilega vel hérna. Setur hann upp og reynir að finna Smára en þar bara Emil Vald tilbúinn. Þá kemur Bjarni með skoti og Daxi stönginu þarna Bjarni búinn að skora. 1-0 fyrir Þórsarum, leikurinn rétt hálfnaður. Loksins kom markið. Þetta tók sín tíma en Þór byrjaðir og það þýðir að Stjarnan komin í þessa óþægilega stuð að vera undir á móti Þór en Daxi ætlar að snúa þeirri stundu við strax, gerir þetta bara sjálfur beint úr kick-off. Þetta tók í meira en 4 sekúndur. 3. Já, 31. 4 fyrir ekki þau. Já, það ekki. Já, nákvæmlega. En hérna virkilega vel spila hjá Porsas og Daxa þarna. Porsas ítir boltanum bara yfir Þórsaruna og Stjarnan strax búin að jafna. Og Porsas ætla bara að bæta í hér, reynar að koma boltanum niður fyrir Daxa en nær því ekki. Bjarni laumar boltanum hérna áfram en Smára ætti að vera með stjórn á honum. Stef hins vegar lesa þetta vel og kemur honum aftur út fyrir Emil Vald sem að situr í vegginn, ætlar að fara í sjálfur í tísmennu og situr í slána. Bjarni nær ekki að klára þetta og Stjarnan rétt sleppið með þetta hér eða hvað opið mark eða nei, Stef var bara akkurát á bak við boltan og Daxi nær ekki að klára þetta tækifæri fyrir Stjörnuna. Núna Bjarni nær ekki að koma fram hjá Porsas, gerir þetta virkilega vel að bjarga Stjörnunni enn og aftur. Stef hitt í loftinu með sendinguna niður og það Emil og það 2-1 fyrir Þórsurum. Virkilega vel spila hérna hjá Stef og Emil Vald. Gott spil, setur hann í vegginn og Emil Vald bara tilbúinn á undan Daxa. Virkilega vel gert og nú þarf Stjarnan bara að gera það sama og þið gerða þann. Bara skora strax aftur, koma sér aftur inn í leikinn. Virkilega þægilegt þegar þú getur gert það og þeir byrja þetta kick-off vel. Porsas situr þetta upp fyrir Smára, Bjarni rétt nær að verja þennan. Stef þar að koma út. Daxi ætlar að reyna tróðum hérna undir þá en Emil Vald nær stjórn á boltanum, fer á flug. Porsas gerir bara enn betur en Bjarni heldur þessu gangandi í Smára þegar að koma út. Emil Vald aftur á boltan, kemur honum aftur inn á en Daxi losar þetta síðan loksins aðeins frá. Bjarni ekki með boostið í þetta en nær að leika sér aðeins með stjörnumennana. Emil Vald nær síðan að fylgja sér eftir en boltinn neldur yfir völlin. Bjarni spilar þetta aftur yfir en það enginn til að taka móti þessu eða hvaða Stef fær boltan eftir að stjörnumenn missa af honum. Daxi laus bolti hérna fyrir fram á markið. Þetta hættulegt. Emil Vald nær að nýta tækifærið. Smá mistök í vörninni hjá stjörnunni sem að býr til tækifæri fyrir Emil Vald. Porsas ekki jafn fljótur og Emil Vald upp í boltan og Þór komin í 3-1. Rétt mínúta hérna eftir og Þórsararnir að spila hérna vel, aðeins að koma sér inn í leikinn meira. Smári hérna og Stef í loftinu, setur hann yfir. Smárið kemur honum í hornið. Þá kemur Emil og kemst fram hjá Daxa. Bjarni nær ekki að búið til neitt úr þessu. Porsas kemur honum fram, reynir að losa pressuna en það bara Stef mættur. Nær ekki í skotinu, það Bjarni sem gerir þetta virkilega vel. Og staðan orðið 4-1. Las þennan bolta hárrétt. Voða lítið sem að Stjarnan gat gert í þessu og við höldum áfram. Algjörlega 40 sekúndur eftir. Þetta orðið erfiður leikur. Það hægt að segja það fyrir Stjörnuna. Reynar að búa til tækifæri hér. Smári gerir þetta gríðarlega vel. Emil Vald verið á línunni. Næsti stjörnumaður hefði hreinlega átt að komast í þetta en Porsas núna kemur honum fyrir fram að markið. Smári situr þetta niður en það bara Þórsar sem að taka móti þessu bolta. 20 sekúndur eftir. Þetta orðið nær ómögulegt. Porsas spilar þetta yfir á Smára. Nær ekki búið til neitt og þetta ætti í raun að vera leikur númer 1 fyrir Þórsarana þegar það 10 sekúndur eftir. Daxi að reyna að búið til eina eitt síðasta mark fyrir Stjörnuna. Nær því ekki. Sekunduna að telja niður og þetta ætti að vera leikur. Spurning hvort þeir vilja halda boltanum í gangi eða ekki. Nei, Smári neglir hann bara niður í jörðina og það Þór 4-1 í leik nummer 1. Lengi á stað í leiknum en eftir að fyrsta markið datt inn að þá svona fór Þórsarar að taka völdin og Emil bara
þvílíkur leikur. 711 stig. Algjörlega, hann var út allt. Þeir sem að hafa týndu því að hafa Emil Vald í fantasy-liðinu sínu eru glæði núna. Það allavega ekki ég, en það já, við sjáum hérna enn og aftur smá bras með stíðutöflunum okkar. Þetta sem sagt lína fyrir neðan. Þegar við hoppum yfir í leik nummer 2, við ætlum ekki að stoppa lengi þar sem við vorum í góðu spjalli fyrir þessa viðureign. Forboðna musterið tekur við afskaplega fallegt. Fallegu völlur og fallegt umhverfi og bara, ef þetta ekki bara besti völlurinn. Algjörlega, margir sem að tala það, allavega þetta uppáhaldsvöllurinn minn. Allavega þegar við erum að horfa á þetta svona. Þetta geggjað skot. Þetta geggjað skot. Styttunar hann fyrir neðan, reyndar eitt fallið tré sem að fyrir aðra styttuna en var þetta kannski pínum bara hvernig þú sást fyrsta leik fara eða? Ég bjóst við því að Þórsararnir myndu taka völdin aðeins fyrr en Stjarnan má eiga það, þeir stóðu vel í þeim fyrst til að byrja með og gerðu samt vel í að jafna þarna eftir 4 sekúndur. Já. Og en svo tóku Þórsararnir bara keysluna og tóku þetta og það var kannski smá klaufagangur í vörninni hjá Stjörnunni sem kannski þeir geta lagað núna í þessum leik. Algjörlega vonandi sjáum við ennþá betri leik hér en viljum kannski sjá fleiri mörk frá Stjörnunni og Daxi ætlaði að reyna að gera eitthvað í því en Bjarni kemur með boltan hérna virkilega vel spilað en Smári rétt nær að verið hennan og skemmtilegt samspil hérna hjá Þórsurum. Emil Vald núna fer 1 í þetta, ætlar að gera þetta sjálfur en nær ekki að koma sér á markið. Bjarni kemur með næsta skoti, fara 2 í þetta, hver næsti maður? Step reynir að stela boltanum strax aftur, nær ekki að gera neitt meira úr þessu, virkilega góð vörn hjá Stjörnunni þrátt fyrir smá mistök. En Bjarni situr þetta aftur á markið, Porsas kemur þessu upp en þar Emil Vald með stjórn á boltanum, kemur þessu samt ekki á markið. Step reynir skotið og núna Bjarni aftur og þeir eru að reyna allt til að koma þessu bolta inn hérna fyrstu mínútuna. Þórsarar eiga alla pressuna í þessum leik og ná samt ekki að búa til mark úr þessu. Búin að eiga hérna 2 tortímingar og innan við mínútu, mjög taktískar tortímingar hérna að reyna að halda pressunni sem búið að ganga virkilega vel hingað til en nú kemur Stjarnan hérna. Daxi nær fram hjá einum og Emil setur þennan í slanna og Porsas missir af honum. Þá kemur Smári, getur farið aftur í sóknina móti Emil, en Emil gerir virkilega vel og hérna Step í loftinu á undan og þessi í slanni og þetta kemur Bjarni og Porsas ver á línunni. Virkilega vel gert hjá Stjörnunni að halda sér á lífi hér. Þeir eru að verja á línunni aftur og aftur. Emil Vald með annað tækifæri ætlar að spila hérna aftur og Step fyrst að missir af boltanum en núna Smári með tækifæri, situr þetta á markið. Bjarni þar að kominum út. Daxi núna situr hann aftur fyrir fram að Smára sem að potar á markið. Step rétt nær að verja en það klára ekki vörsluna. Porsas kemur og skora fyrsta markið í leik nummer 2 fyrir Stjörnuna sem núna komið yfir. Sáum hana Step og Bjarni var það Emil Vald sá það ekki í algjörum vandræðum hann í vörninni en Stjarnan að gera betur, koma sér yfir, mikilvægt mark sérstaklega eftir stanslausa pressu hjá Þórsurum og núna Stjarnan aftur byrja með boltan. Gerir þetta virkilega vel hérna, fara fram hjá Emil sem náði samstíma á tortímingunni. Step setur hann fram, Porsas nær þessum bolta, hérna kemur Daxi. Fer á móti Emil, nær honum framjá og Bjarni hérna með góða vörslu. Nú kemur Emil, fer upp í sóknina, með 2 með sér hérna, reynir að finna Step en nei, gerir þetta bara sjálfur. Virkilega vel gert hérna hjá Emil Vald. Hann fór enginn upp í á mótunum og hann fekk allan tíman í heiminum til þess að klára þennan. Hvað kallað þú þetta trikk? Nú áttaði ég mig ekki einu sinni á því hvað hann var að gera þannig að einhvern veginn nær að halda boltanum á bara nefinu og bílnum alla leið eftir að hann flipprisettar en akkurat Stjarnan ekki með svörum við þessu. Við erum komin í hálfan leikinn, nú ennþá allt jafnt eins og fyrsta leiknum nema það eru komin 2 mörk á stigatöfluna
Núna Stjarnan leita sér að leiðum fram en Þórsarar með svo góða pressu hérna. Bjarni nær ekki að gera mikið úr þessu hins vegar. Smári gerir betur og Stef kemur þessu núna fram á Bjarna. Lósir það til hliðar. Smári með smá tíma á boltanum. Næra feik út Emil Valtier og núna spilar hann upp en það er bara Bjarni sem tekur á móti þessu. Talaði ekki nógu vel við liðið þarna en Stef núna með tækifæri missir að boltanum. Daxi upp í loftið, fer í flipprisettið, er að reyna að búa eitthvað til. Smári kemur að reyna að hjálpa honum en þetta gekk ekki alveg nógu vel. Núna Bjarni með tækifæri hinum megin, ætla bara að rúlla með hann alla leið og þetta verður einhvern veginn annað dautt tækifæri eða hvað. Emil kemur þessu loksins fyrir fram á markið en Þór taka síðan bara við boltanum hinum megin. Stjarnan hérna og Stef stelur þessu bolta hérna. Daxi tekur hann niður, það er bara beint á Stef. Porsas í loftið á móti Emil. Emil gerir virkilega vel hérna. Daxi fer á móti Bjarna fyrir undir hann og Stef gerir vel. Smári hérna setur hann af Stef. Þá kemur Emil, setur hann niður og reynir að fara henni í góða klemmu en Porsas las þennan. Porsas hérna á móti Stef. Stef gerir vel, vinnur 50 og Bjarni líka. Setur hann hátt upp, þar er bara Smári sem að næra setja hann til hliðar, næra sendingunni ekki alveg nógu vel. Þá kemur Emil og Daxi. Þetta er smá svona, liðin er bara að skiptast á snertingum og þetta er bara svona í pínu lausu lofti núna finnst mér. Það er svona engin stefna í gangi. Þarna loksins gerist eitthvað! Þegar þú byrjar að tala það og skora á Stjarnan annað markið sitt. Porsas býr til þetta tækifæri. Bjarni reynir að loka þessu út en Smári nær að klára þetta og Stjarnan komin 2-1 yfir, hefði 45 sekundur eftir að þessum leik. Spurning hvort þeir ná að halda þessu. Nú er þetta spila bestu vörn lífsins til að vinna þennan leik. Daxi með boltan hérna í horninu sínu. Kemur honum lengra út en Emil nær að taka á mót honum. Porsas. Þetta er stórhættulegt. Smári rétt nær að losa þennan. Þetta á næstu sjálfsmark. Bjarni nær ekki að koma sér alla leið í gegn. Emil heldur gangandi en Daxi gerir betur. Ná að koma honum hérna aðeins út. Bjarni setur þetta aftur til hliðar. Porsas kemur honum upp. Stef nær að spila þetta út á vegginn. Þarf að spila þessu yfir á Emil sem ekkert skítur og Smári ver en Bjarni aftur missir að boltanum. Það eru 10 sekundur eftir. Þau megi ekki gera svona mistök. Porsas setur þetta upp í horni. Núna er síðasti séns fyrir Þórsara. Porsas gerir virkilega vel að losa þennan til hliðar. Stef heldur þessu á lífi. Þarf að halda þessu ennþá gangandi. Hann missir boltan frá sér og Stjarnan vinna leik nr. 2. Við erum spilað hérna hjá Stjörnunni og virtist sem að Þórsara ætlaði að taka völdin í leiknum bara hann strax í byrjun en Stjarnan bara leystu pressuna virkilega vel. Algjörlega. Stjarnan að spila réttan bolta á móti Þórsurum til að ná þessum leik og virkilega bara mikilvægt fyrir Stjörnuna að vinna en þetta er ekki það sem Þórsarar þurfa fyrir spilið upp á fyrsta sæti í riðlinum þar sem að hver leikur inn í viðureign skiptir svo gríðarlegu máli ef þeir ætla að ná að vinna síðan 3-4 aftur til að komast á toppinn en Stjarnan að taka leik af Þórsurum er kannski ekki það sem allir byggust við. Þeir áttu bara betri leikinn. Mega eiga það. Þeir lentu í stanslausi pressu hana fyrstu mínútuna, lifðu það af og komu sér síðan bara yfir. Gerðu þetta bara virkilega vel og spiluðu vörðinu og spiluðu leikinn eins og þarf að spila. Það er bara skiptir máli. Og eins og þú segir, Þórsarar hefðu helst náttúrulega vilja bara taka alla leiki 3-0 en það náttúrulega gerist ekkert. Ég meina við verðum bara að spila þetta. Algjörlega, þú verður að vera tilbúin í alla leiki og í allar aðstæður ef þú ætlar að ná að vinna allt 3-0. En við erum komin í leik númer 3 hjá þessum liðum. Það er 1-1 og Emil byrja með boltan sín megin, kemur hann yfir á Stef. Ná að klemma hann hérna áfram en Stef situr út á markið. Daxi þarf að verja hann út. Gerist ekki mikið meira. Porsas hérna er í loftinu. Stef setur hann til hliðar, með Smári og Emil hérna á móti Daxa, fer fram hjá Daxa, nær hann að búa til eitthvað, nær hann sendingunni, nei, og Bjarni rétt fram hjá Stef hérna, heldur lífi í þessu. Bjarni nær klemmunni hérna og þetta kemur Emil á móti Porsas, en Porsas gerir virkilega vel hérna. Þá geta þess snúið vörn í sókn Stjarnan.
Daxi hérna og þetta kemur Torti mikið inn. Og Smári hérna vinnur 50 á móti Emil, gerir það vel, Step missir á honum hérna og Bjarni missir á honum líka. Og Emil hérna til bjargar, Forsas. Og Smári hittir hann ekki, Daxi setur hann tilbaka á Forsas. Vantar pínu búst hérna í stjörnuna og þá kemur Smári og þeir eru að pressa Þórsarana hérna virkilega vel til að byrja með. Algjörlega, Þórsarar aðeins að missa boltan frá sér, Forsas næri ekki að komast fram hjá Step, ætlaði að búa til eitthvað gríðarlegt tækifæri hérna. Smári heldur pressin í gangandi, Emil Vald með bústið, kemst í loftið, þetta er það sem þeir mega ekki missa hann í, en Forsas fær boltan síðan hinum meginn hjá sér, Step næri að spila þetta niður, en Stjarnan gerir vel að koma þessu aðeins lengra áfram, Emil Vald fær samt boltan aftur, Forsas stoppar það strax. Þetta er mjög mikið bara stopp í miðjunni, bæði lið að mæta vel núna. Aðeins byrja að minnka pressan, en þarna kemur þetta, Smári gerir vel, Bjarni þarf að verja á línunni. 2 mínútur búnar og ekkert mark komið, þetta lítur pínu út eins og fyrsti leikurinn. Daxi hérna í loftinu núna, Step fylgist með boltanum og missir á honum og Daxi er að skora fyrir Stjörnuna, hvað gerðist þarna? Daxi byrja með boltan á sínum hallanum, ekki sínu hotni og flýgur yfir allt kortið og staðin er 1-0 fyrir Stjörnunni. Þetta voru Red Bull vængirnir mætti til leiks hjá Daxa. Ekki fyrst skeiti sem ég hef síðan skorað svona mörk, en gríðarlega vel gert til að koma Stjörnunni yfir í leik númer 3. Emil Vald núna með tækifæri til að jafna leikinn og gerir það hér. Virkilega vel gert, Bjarni smellir honum hérna yfir á hann til hann getur flogið fram hjá Forsas, kemur honum síðan undir Smára hérna, stýrir bílnum svo fáránlega vel að næra jafna leikinn 1-1. Þetta er fljótt að breytast og samt einhvern veginn mjög lengi að koma alltaf inn á milli. Mjög lengi að komast í gang þessi leikir. Það er allt í játnum og svo allt í einu opnast fóðkattirnar og þá svona aðeins geta menn farið að anda og aðeins að einbytta sér að spilinu. Bjarni hérna setur hann upp, reynir að búa til eitthvað hérna og gerir virkilega vel á móti Daxa hérna. Á ekkert búst, það kemur Forsas og Step mætir honum, gerir þetta virkilega vel. Heldur sókninni gangandi fyrir Þórsara. Boltinn fyrir fram að marki á Stjörnunni, Smári gerir vel að koma þessu aðeins út, en Emil Vald búinn að lesa þetta fyrir lengu, tilbúin í þetta, setur þetta upp fyrir sjálf og sig yfir á Step og Forsas nær að lesa þetta. Bjarni kemur sem 3. maður til að skora fyrir Þórsarana. Fáránlegt spil, sjáum þetta. Emil Vald og Step reyna að spila þetta saman, Bjarni les einhvern veginn hvað er að fara að gerast þarna, er allan á tilbúin í hvað sem er. Hún er að skora gegn Stjörnunni, 2 mínútur eftir, staðan 2-1. Nú er spurning hvort þetta breytst í leik nummer 1 þar sem að Þórsara fara bara að bæta við, eða hvort að Stjarnan geti komið aftur inn í þennan leik. Bjarni ekki langt frá því að ná að bæta við einu markinu fyrir þá. Emil Vald núna búið til tækifæri, kemur þessu fyrir fram að markið en nær ekki að klára þetta. Daxi kemur þessu fram fyrir Stjörnuna, þarna er Smári, missir á honum. Step kemur þessu fram, Forsas hérna 3. maður setur hann upp, en Bjarni er á undan hérna. Daxi leifir þessu að detta niður, þá kemur Bjarni, Smári er ennþá í horninu. Smári fyrir upp og næri yfir Emil hérna. Bjarni hérna setur hann hættilega fyrir markið sitt. Kemur honum upp, þá kemur Forsas, setur hann niður og þar er Smári. Emil hérna fer fram hjá Smára og fer fram hjá Daxa hérna. Forsas gerir vel. Og róast niður eða hvað, ég ætlaði að fara að byrja á því, en Step núna með boltan fyrir fram að marki, situr það virkilega vel fyrir fram að Emil Vald sem að næra að skora 3. marki fyrir Þórsarana. Sjáum þetta aftur hvernig Step býr þetta til, kemst fram hjá 2 eða hreinlega 1 og Forsas og Daxi ná ekki að komast í þetta. Smári aðeins ættir á og Þór byrjar að taka eins yfir leik nummer 3 núna. Bara lítur eiginlega nákvæmlega eins út og leikur nummer 1. Emil Vald aðeins og langur bolti yfir á Bjarna. Forsas fær að taka á móti þessum, en boltinn stoppar samt ennþá í vallaremning Stjörnunnar. Smári hérna á bústið, Forsas í loftinu. Á ekki nógu góða snertingu, þannig kemur Bjarni og Smári með skotið.
Step setur hann upp og á Bjarna sem að heldur sóknir gangandi, þá kemur Emil og nær ekki að búa til sendinguna hérna. Þá kemur Daxi og Bjarni og Smári hérna fer fram hjá einum, nær hann fram hjá Emil. Nei, og hann kemur Porsas, en Emil gerir virkilega vel. Þetta að fara að styttast hérna 15 sekundur eftir, þetta þarf að koma marki hér, nei, næði ekki. Stjarnan 10 sekundur, þurfa að koma með eitthvað hér og nú Bjarni kemur þessu langt fram. Daxi með tækifæri, setur þetta í marki núna, nei, fer í slána. Ef þetta hefði farið inn þá hefði þetta ennþá verið held ég smá möguleiki fyrir þá, en þarna kláruðu Þórsvarar leikið með því að ná að verja þetta upp í slána og Þór komnir 2-1 í þessar viðureign. En Stjarnan, þeir eru að halda mjög góðum leikjum hérna, virkilega flott vörn, eru alltaf einhvern veginn bara tilbúinir að stoppa alla pressu sem að kemur á þá. Duglegir að mæta í loftinu líka. Já, algjörlega, og bara allir þeir duglegir að mæta í loftinu. Daxi hérna með gríðarlega mörg stig, bæði úr held ég skotum og vörslum, hann var út allt í þessum leik. Með 3 vörslur í þessum leik og hérna var hann virkilega að halda. Hann í vörninni í fantasy liðinu mínu þannig að það er geggjað. Haltu þessu áfram sig, ég bara fáum leik nummer 5, gefðu mig bara ennþá fleiri stig og sjáum hvernig fer hér. Núna konir í leik nummer 4, Porsas með tækifæri, situr þetta ekki á markið, Bjarni fær að taka á móti þessu, Emil Vald konið hérna hátt upp í lofti, að leika sig með hann og kemst fram hjá einum, en Smári til bjargar og Bjarni situr það síðan bara beint aftur niður. Porsas upp í loftið, það vilja allir vera að spila upp í loftinu hér. Emil Vald tekur síðan á móti og fer yfir völlin, en þetta þarf að vera aðeins meira spil og þarna kemur það! Dugar ekki að vera bara fljúandi í loftinu alla leikinstrákar. Þetta er spilið sem þið þurfið til að ná markinu. Þór ná að skora hérna innan við mínútu, held ég bara í fyrsta skipti í dag. Og virkilega vel gert að gott spil, ná loksins einhverju svona tækifæri að spila á milli sín og Porsa sprengir hérna Step til að byrja leikinn aftur. Bjarni hérna heldur sóknin í gangandi, setur hann í og reynir að gera þetta sjálfur hérna og Daxi fer yfir Step. Emil fer bara í hotni sitt, þar er bara Daxi tilbúinn, en Emil stelur hérna boltanum á honum, er á móti Porsas. Nær sendingunni fyrir, þar er Step, en þeir fara 2 saman í boltan, nú þurfa þeir að bakka í vörnina. Bjarni hérna og Porsas gerir vel. Smári setur hann upp, á ekki bústið og þar er Emil bara tilbúinn með sendingun og Step, en Porsas með þvílíka vörslu og Emil skorar frákastið. Virkilega vel spilað enn og aftur. Það er Step sem er að taka á móti þessum boltum til að skjóta Emil og Bjarni að spila á sinn uppáhaldsmann. Og Emil Vald þurfti reyndar að klára í þetta skiptið, en Þór komnir í 2-0 eftir skemmtileg spil. Daxi núna reyna að búa eitthvað til, situr þetta í loftið, en Emil Vald á bakveggnum tilbúin að taka mótið þessu. Smári heldur þessu gangandi, Porsas hittir ekki boltan, boltinn er bara hérna hangandi fyrir fram að markið. Emil Vald með tækifæri til að koma sér út núna, gerir þetta virkilega vel, fer í loftið en missir boltan frá sér. Þarf að fá liðsmann með sér þarna, Bjarni situr þetta hátt upp, boltinn í einhverju leiðundum, þarna Step situr þetta á markið og þetta er rétt svo varið að Smára á línunni. Bjarni núna situr þetta aftur upp fyrir næsta mann, en það er enginn tilbúin í þetta, Daxi kemur þessu út. Stjarnan gerði gríðarlega vel að ná að verja þennan, en núna er tækifæri hjá þeim. Step þarf að koma þessu burt, Daxi situr þetta aftur fyrir fram á markið, Bjarni og Step eru saman í þessu, Porsa situr þetta aftur fyrir fram á markið, næstu bara í markið, Emil Vald þarf að koma þessu út. Og Stjarnan nær ekki að klára þetta tækifæri hér, en hvað? Daxi nær ekki að gera þetta heldur, Porsas heldur þessu gangandi, en Bjarni nær að hæja þess á þessu, rekast það reynda saman þannig í markinu. Daxi með allan tíman í heiminum og missir af honum einhvern veginn. Emil Vald núna með tækifæri hinum meginn, missir af honum sjálfur og þetta eru mistök eftir mistök, þess vegna erum við ekki að sjá mörkin. Þarna kemur loksins skotið, Porsas nær að verja, Bjarni heldur þessu gangandi, en þeir ættu að vera með þetta. Emil Vald fer upp í loftið og gerir þetta bara sjálfur, en Porsas tekur þetta loksins aðeins niður.
Ná að losa persóna hérna, Bjarni setur hann fyrir sitt eigið mark sem alveg stór hættulegt hérna kemur Smári en Emil til bjargar. Porsas setur hann fyrir, þar bara Bjarni, sendingun á Emil, en Daxi mættur, þá kemur Step með skotið, Smári þarf að verja, setur hann hátt upp. Þarna kemur Tortim Ingi inn, Smári hérna og Bjarni setur hann út. Porsas í loftinu en þar bara Bjarni tilbúinn. Reynir að búa til eitthvað hérna, nær fram hjá einum, kominn í hornið og Smári hérna, virkilega vel gert og Step setur hann út og Porsas leysir þetta og Emil á miðjunni. Þórsararnir að reyna að búa eitthvað til hér, Bjarni og Step fara þarna saman, Porsas náði boltanum aðeins og undan, hann slapp með þetta, Smári að reyna að koma sér fram hjá Emil Vald, nær því ekki, en heldur þessi gangandi fyrir liðið sitt, Daxi núna með tækifæri og Bjarni missir á boltanum, Daxi einn á móti Step og gerir þetta betur og Bjarni potar þessu bara inn fyrir hann. Leiðileg mistök hjá Bjarna, missir á boltanum, Daxi nær síðan að tróða þessu undir Step og Bjarni hérna potar þessu bara inn. Það kominn ostakaka. Já, ostakaka eins og þið viljið alltaf kalla þetta. Það of gamalt fyrir mig. Þetta er orðatak sem að kom upp áður en ég mætti í deildina. Jæja, allt í lagi. Þess vegna kalla ég þetta allan að sjálfsmarka en Stjarnan komið með tækifæri, við erum að tala þennan leik. 1 mínúta eftir, þetta leiðileg stala. Bjarni! Þegar ég tala leiðilega stöðu þá bætir Bjarni í hana. Stjörnumenn missa hérna 2 af þessu. Step kemur þessu yfir Daxa og Porsas og Bjarni fær eiginlega bara opið mark til að pota boltanum í hinum megin. Náðu að laga villuna sína sem þeir voru að gera, Bjarni og Step hinum megin á vellinum og núna erfiðara fyrir Stjörnuna að koma tilbaka. Þeir þurfa 2 mörk allavega til að halda sér í þessum leik og bara halda sér í þessari viðureign. Daxi með boltan í horninu en ekki að gera mikið úr þessu. Porsas reynir að halda pressunni, Smári gerir eitthvað með boltan en það á móti Bjarna, ætlar að reyna að koma honum inn. Gerir þetta voða vel, hægt og rólega, Porsas nær hins vegar ekki að nýta þetta, Daxi kemur þessu aftur á markið, Bjarni potar þessu út, Emil Vald kemur þessu lengra, Bjarni fylgir eftir, Smári þarf að verja þennan, nær ekki á boltanum en trufla Bjarna. Emil Vald núna með boltan fyrir fram að markið á Stjörnunni en boltinn flýgur hérna yfir, Bjarni ætti að vera með þetta, hann missir af honum aftur! Þarna fór röddin mín í eitthvað allt annað en hvað Bjarni að gera? Daxi nær að koma hana fyrir Emil Vald og boltinn bara svona, hann lendir í stönginni. Það er stöngin. Það er stöngin. Æjæjæj. 16 sekundur eftir þessi leikur er enn á lífi fyrir Stjörnuna, þeir geta komast tilbaka. Bjarni hérna reynir að búa til eitthvað hérna, það er enginn og hann nær að skora! Hvernig nær Bjarni bara þessu? Ha? Bjarni skora mörkin allstaðar á vellinum, við getum sagt að hann skora bara fyrir bæði liðin, þannig að þetta er orðið einhver flottur leikur hjá honum. Ef maður væri að fá stig fyrir að missa hann í sitt eigið mark, þá væri hann allavega konið í helviti góða stöðu, en Þór 4-2 hér og boltinn er bara að fara að leka niður og Þór þarf að vinna 3-1. Ég hefði bara átt að halda spánni minni, 3-1. Hvað var ég að breyti 3-2? Jæja, Þórsarar gera virkilega vel hér til að klára þessa viðureign og sjáum að það er engin gríðarlega há stig hér. Bjarni með flest stigin rátt fyrir sín mistök. Það er að því þú færð ekki mínus fyrir að gera mistök í eins leik, þú færð bara plús fyrir að gera rétt. Og Stjarnan örgulega sátti með sig, finnst leiðilegt að þeir hafi ekki náð 2 leikjum allavega, en ég held að þeir mega bara vera rosa kátir með þessa viðureign hér í dag. Já, þeir mega vera það og stóðu vel í hérna Þórsurunum og hefðu getað fengið aðeins meira út úr þessu kannski senasta leik. Það var svolítið mikið að þeir voru að fara saman í boltana, voru að missa hann svolítið en mættu vel í loftinu, hefðu mátt mæta aðeins betur á jörðinni, í rauninni líka. Gáfuð Þórsunum fannst mér aðeins svo mikinn tíma, það var aðeins svo mikil virðing hann á tímabili. Við horfum bara á leiknúmer til dæmis 3, þar sem að Þórsararnir voru bara tortíma. Já, það
leikur sem að ég þoli ekki, það eru tortímingarnar, en það er partur af þessum leik og Þórsarar kunna að nota það vel fyrir sig. Við erum að fara í gríðarlega skemmtilega leik hérna næst, það er Ravík gegn Ómon upp á hreinlega síðasta sæti, en við ætlum í bara stutta pásu og við komum bara eftir augnablik. Býttu hann að skipta akrein? Já, komið sæl, við erum mætt aftur hérna í leik viðureign númer 2, það er Ómon gegn Ravík, við erum aðeins eftir áætlun, þannig að við ætlum að bara drífa okkur í þetta. Við ætlum bara að henda okkur strax í Ómon liðið, sjá hvernig þeir stilla sér upp með hann gullfallega svarta og hvíta bíl. Það er klassíski Ómó í Ómon, við getum alltaf treyst á það, eða hvað hérna? Hann að dattið það út, en ég bara, já, ég þekki það Ómó í Ómon, það er alltaf hægt að treysta á það. Bissi, Vano og Krissi. Vano vantað í frekar marga leiki. Já. Krissi hefur fengið að spila virkilega mikið og ég held að ég sé hreinlega búist við Krissi sé að spila í dag enn og aftur. Ég ætla að segja Bissi, Ómó, Krissi. Já, en það lið er nú líka bara virkilega sterkt lið. Við höfum séð þetta lið vera akkurat komast í gullna mark á móti Þórsurum og öðrum og hérna þetta, ég held að þessi við hreinlega bara búin að vera óheppnir að vinna ekki fleiri leiki inn í viðureignum þó að þeir kannski ekki að standa sér nógu vel í gegnum alla viðureignuna fyrir sig, en virkilega flott lið sem að er í 5. sæti núna og talandi það þá förum við yfir í næsta lið sem að stendur í 7. sæti eins og það er Ravík og Flottur bíl. Flottur bíl. Fannst vanta samt svona meira eitthvað, ég veit ekki, svona tón sem að kallaði meira á mig, en það er Tóni, Maka, Danslan og Alfarin. Við höfum séð þá alla spila og hoppa á milli meira þess að í viðureignum. Danslan og Alfarin meðal annars skiptu sæti bara miðri viðureign í síðustu viku, þar sem að Alfarin kom inn í staðin fyrir Danslan, náða að vinna eitt leik eftir breytinguna og ég bara hef ekki hugmynd hvernig þeir stilla sér upp í dag. Býst við að Maka og Tóni verða inn á, en Ég held að Dansland byrji og ef þetta verður eitthvað þá kannski komið Alfarin inn á. Já. Það er kannski bara pínu strategían hjá þessu liði, en þeir eru bara tilbúnir, þannig að við ætlum bara að fá spána frá þér snöggvast. Það er bara 3-0 sópur fyrir Ómon. 3-0 sópur fyrir Ómon. Ég ætla að spá á 3-2 fyrir Ómon. Ég held að við séum að fara í 5 leiki hérna upp á 5. sætið í deildinni, en við ætlum bara að skella okkur í leik númer 1 til að koma sér í gang.
Þá skellum við okkur í þetta Ómon gegn Ravík. Það er Alfærin sem að byrja inn á Danslan og Tóni. Það er, já, vantar Maka þarna inni en Vano er inn á hinum meginn og þeir byrja með einu skoti Ómon. Þetta gæti verið leikur sem að Ómon gæti hreinlega sópað fyrst að sterkasti leikmaður hjá Ravík er ekki á sæðinni en Tóni ætlar að bæta við einu marki hérna til að þakka í mér eða hvað. Ómó gerir þetta síðan gríðarlega vel hinn meginn. Ómó og Bissi að spila virkilega vel saman en ná ekki að klára þetta. Vano kemur á eftir, Alfari nær að losa þetta aðeins frá en Vano heldur pressunni gangandi. Ítir manninu bara frá boltanum. Ómó reynir að fylgja sig eftir Bissi með boostið en spilar þetta bara yfir á Dansland sem að kemur þessu hérna fyrir fram að markið. Vano nær að spila þessu aftur út og boltinn aðeins að róast hérna niður eða hvað Tóni nær að fylgja þessu virkilega vel á eftir en Vano spilaði þetta síðan bara aftur út. Vano hérna gerir þetta vel, fer fram hjá tveimur og fer næstu því hérna fram hjá. Og Alfarin hérna og Danslan. Ómó í loftinu. Þetta er svona smá miðjumóðin sem maður myndi segja. Bæði lið svona svolítið að skiptast á að vera með boltan. Vano hérna og Alfarin. Þetta Bissi nær að taka boltan. Ná að spila honum hérna fyrir fram markið. Vano missir af honum. Ómó nær að spila boltanum aðeins hérna lengra fram. Bissi núna ætlar að fara aftur í boltan. Hittir ekki. Ómó nær ekki að fylgja sig eftir. Dansland spilar yfir á Tóni sem situr út á markið. Dansland klárar þetta og Ravík komið 1-0 yfir. Þetta er staða sem ég bjóst ekki við. Ómón að sitja hérna sterkasta lið sitt upp og Ravík vantar Maka sem er búið að vera svo lykil leikmaður hjá þessu liði finnst mér í deildinni en Ravík að sína að þeir þurfa hann ekki til að geta spilað en Vano jafnar strax stöðuna og Dansland óheppinn þarna og Vano gerir vel að flippa sig þannig að Alfarin átti nú alveg tækifæri rétt missir af honum. Staðan 1-1. Vano Vígali, eins og hann heitir og... Nei, býttu nú við, hérna er Tóni og Vano er allstaðar. Þá kemur Ómó, missir af honum, er í loftinu hérna. Tóni næri þessu ekki. Og smá vandræðagangur hérna en einhvern veginn náður að redda sér út úr þessu. Er í loftinu hérna Ómó. Nóan tíma á boltanum hérna móti Alfari nær reynir að gera tísmetal og hann kemur Bissi og Ómon er komið í 2-1. Virkilega vel spilað hjá Ómó en í rauninni smá mistök hjá Ravík að vera ekki mættur á mótunum, gefa honum allt of mikið tíma á boltanum í flugi og Ómó gerir gríðarlega vel til að sitja boltan bara beint fyrir fram að markið þannig sem að Bissi klára þetta. Ómó núna enn og aftur að búa til tækifæri Bissi. Það er að sitja boltan aðeins lengra en kemur honum ekki á markið. Alfarin ekki með boostið að fylgja þessu eftir. Vano kemur og stelur þessu bolta í miðurlofti. Það er að reyna að koma inn með hann áfram, nær að trufla Tóna aðeins en Tóni er með boostið. Er á móti Ómó, Ómó gerir vel, nær að verja þennan. Og Tóni missir boltan aðeins frá sér. Vano núna upp í loftið, ætlar að spila fyrir fram að markið en það er bara enginn þar til að taka á móti þessu. Ómó hérna og Alfarin setur hann út til hliðar, reynir að finna Dansland sem að gerist ekki, þá kemur Vano hérna, setur hann niður fram hjá einum og Alfarin og það gerir virkilega vel. Tóni hérna fram hjá Bissi. Þá kemur Vano á ekkert allt of mikið búst hérna, reynir að búa til sendinguna með 2 tortimíkar hérna og Tóni rétt bjargar þessum. Þá setur Bissi hann fyrir, þetta er enginn og þeir missa allir á honum og hérna kemur Vano og Tóni. Bissi, þetta er ekki á markið! Gríðarlega skemmtilegu leikur sem við höfum að fá hérna á milli þessara liða og Tóni nær að stoppa þennan bolta í miðjulofti. Vano reynir að halda þessu gangandi, missir hann bara frá sér. Það er samt einhvern veginn að halda stjórn Dansland núna með boost en missir hann niður á Tóna reyndar. Gerir þetta virkilega vel. Hérna hann væri bara hreinlega að missa hann frá sér. Núna smá mistök hjá Ómon og hvað er í gangi strákar? Gerið eitthvað með boltan, ekki bara standa þarna. Núna boltinn lögir inn Alfarin af öllum. Auðvitað er það hann sem að gerir eitthvað svona laumu skot. Sjá þetta á ekki að vera hægt. Sko situr hann í samskeytin sín megin.
Ég veit ekki hvaðan hann fekk þessa línu en smá heppni með honum þarna. Bissi reynir að koma þetta upp í loftið, spilar yfir á Vano fer alla leið en nær að sitja niður og Ómó! Hvar eru Ravik menn þarna samt? Þú veist, þarna Vano og Bissi fá einhvern veginn allt og mikið tíma, ná að spila hann bara yfir á miðjuna, Ómó situr hann inn. Það er ekki ein snerting að einn bíll bara hjá Ravik sem er nálægt boltanum hann fyrir en hann kemur á markið. Þetta er að vakna smá upp á hjá einhvern veginn báðu liðum til að gera það aðeins betur en við erum allan að fá nóg af mörkum og nóg af einhverju rugli hjá þessu liðum. En það er hægt að segja að það Vano núna upp í loftinu ætlar að reyna að búa eitthvað til hérna í horninu. Situr hann fyrir fram á markið og það er stórhættulegt og Vano nær síðan bara klára þetta sjálfur. Ómon koni í 4-2, eru búin að finna veikleikan hjá Ravik og það er bara að handa boltanum aðeins hjá sér í loftinu og búa til tækifæri. Virkilega vel spilað hérna og nýta sér pínu vandræðagang hérna hjá Ravik, fá að halda allt og mikið í boltan og Ómó hérna mætir vel. Vano í loftinu, Vano er búin að vera frábær í þessum leik í öllu í vörn og sókn, alltaf tilbúin að mæta í boltan. Ómó hérna setur hann niður og hann danstan hann næstu því búinn að skora. Vano í loftinu, fer fram hjá Tóna, er dettur fyrir framann. Ravik núna með smá tækifæri til að koma sér aftur í hérna leik. Tóni er að gera það sjálfur, nær ekki hitta markið. Danstan getur ekki sett á markið heldur og boltinn lendir hérna alveg yfir alfærinn. Þú ert að fara fáránlega hratt ef þú ætlar að ná þessu, hann gerir það ekki og boltinn er á leiðin á markið hann hinum megin og næstu því mark fyrir Ómon hérna til að klára leikinn. En Ómon 4-2 í fyrsta leik. Mikið af einhverju svona vitleysu og bjálfagangi langar mig að segja. Ég veit ekki eins og hvað ég á að kalla þetta en síðan virkilega flott spil inn á milli þegar Ómon fær tíman í að gera það og þetta er eitthvað sem að ef þú værir að horfa á það og vera að spila á móti toppliðunum, þeir hefðu aldrei fengið tíman í þetta. En allavega ekki til að fá þennan tíma svona þar sem að enginn er að trufla þá í miðjuspili. Já, það sem er fá bara nógan tíma líka í loftinu og eins og við sáum í hérna fjórða markinu þar sem er gott að spila allir þrír saman á hvern og einn einasta til dæmis. Algjörlega. Og Ravik þurfa að byrja að mæta eins betur. Ég held að það sé aðalmálið hjá Ravik, það er bara að mæta fyrr, mæti í boltan, trufla Ómon, ekki leyfa þeim að vera í loftinu. Þeir eru mætum á fallegasta völlin í Rocket League og leik númer 2. Það er Ómon gegn Ravik, þetta er upp á 5. sætið strákar, þeir viljið vera þarna eða hreinlega ofar, geti komið ykkur ofar eða vinnið eitthvað af þessum hærri liðum líka. Núna smá vandræðagangur hjá Ómon og Alfarinn fekk nóg tíma á boltanum, gerir ekki nóg vel meðan hins vegar og Bissi fær tíma hér þegar það er einhver sprengtur, ég sá ekki hver þetta var en Vano nær að sprengja ykkur og Alfarinn reynar að loka fyrir, gerir þetta vel. Ravik ná að loka algjörlega fyrir þessa sókn, koma síðan sjálfur í skyndisóknina. Dansland kemur þessu fyrir fram á markið en Bissi nær að koma þessu út nóg snemma. Vano, þetta er hættulegu bolti en sem betur fer enginn hjá Ravik sem gat nýtt þetta, nær ekki flipprisætinu. Alfarinn núna með boltan hinum megin og ætlar að reyna að koma hérna fyrir fram á markið, gerir það ekki. Dansland nær að stoppa sóknina strax en við komum þessu samt áfram. Ómon menn, Vano lendir í Alfarannum þarna og Tóni situr bara skotið. Bissi þarf að fara tilbaka og næra að vera þennan. 1 mínútu búinn og ekkert mark komið. Ómó hérna en virkilega vel mætt hjá Dansland. Bissi og Vano setur hann, reynir að búa til hérna, hittir ekki boltan nógu vel. Þá fer Alfarinn hérna fram hjá Bissi. Ómó er í horninu, reynir að búa til sendingunni, gerir það og þannig bara Dansland. Kemur áfram, Tóni setur hann hátt upp hérna. Bissi er fyrstur á 8 stig, setur hann í vegginn sinn og Vano missir á honum fyrir Ómó á móti Alfarinn. Þetta er svolítið niður hérna, þetta er svolítið bara miðjuspil í gangi núna.
Vano næstu búinn að skora þarna bara fór frekar hægt með boltan en fór með hann alla leiðin á markið. Ravík í stanslausri vörn núna ekki ná að finna boltan einhvern veginn. Vano nær að halda þessu gangandi í alfarinn, kemur þessu yfir en Bissi fyrstu til að mæti í þetta. Ómon eru bara alltaf á undan í boltan. Alfarinn backflippar þarna, Tóni hins vegar með þetta. Vano reynir að stoppa hann, truflar hann sjálfa en nær ekki boltanum. Þarna fer hann upp í loftið, Alfarinn missir af honum en nær honum síðan í seinna skotunni. Bissi nær ekki að setja fast mark og Dansland er bara með opið mark hinum megin. Þetta er bara frítt mark fyrir Ravík. Þarna voru Ómon einfallega bara komnir allir í sóknina og ein sending hérna á bakvið og Ravíkur konur yfir. Voru yfir til að byrja með leiknum en núna þurfa að halda þessari stöðu og ég held ég bara að sækja meira eins og þarna Alfarinn nær að skora beint úr kick-off. Það er byrjunin hér, Dansland og Ómó bara missir að boltanum, hann vissi ekki hvert hann var að fara. Alfarinn lesa þetta betur og svo sem miklu þægilegri bolti þar sem hann fór í rétta átt fyrir Alfarann en 2-0 fyrir Ravík. Núna halda þessu bara gangandi, halda pressunni. Vano fær tíma á boltanum hérna, þetta er stór hættulegt. Spilar hann, þetta er ekki snertingi sem hann vildi held ég en Ómó nær að koma sér áfram. Ómó núna búinn að missa þetta frá sér, þetta fyrir í slána og út. Dansland næstu bara búinn að skora hana strax aftur. Tóni með boltan í horninu sínu, gerir ekki mikið með hana bolta. Ómó kemur honum fyrir fram að markið en Tóni er á réttum stað til að trufla sóknarmennina þarna. Núna Bissi fer í lofti, fer í tvísmelluna og setur þetta niður. Sjáum þetta aftur, Bissi nær að skjóta honum bara hérna í vegginn framhjá Alfarnum og þvílíkt skot. Þessi tvísmella akkurat á markið, virkilega vel gert, fann línuna sem hann þurfti þarna og staðan orðin 2-1. Vano hérna í loftinu, fer fram hjá einum og nær fram hjá Alfarinn hérna á lítið búst. Þeir eru svolítið saman hérna hann og Bissi, þetta er ekki gott. Ómó þarf að kaupa smá tíma og þarna er tortimingin sem er góð og fer fram hjá Dansland. Og Vano hérna yfir á Bissi, þetta er svolítið hérna erfitt. Þeir eru svolítið nálægt hvort öðrum hérna. Bissi hérna kemur honum fram. Tóni heldur svo henni gangandi fyrir Ravík. Þá kemur Bissi, Tóni setur hann út. Nær ekki að finna Dansland. Bissi hérna með gott 50. Nær sendingunni fram hjá Alfarinn, er einhver þarna. Vano hittir ekki boltan. Alfarinn á lítið búst. Gerir þetta vel sem áður. Tóni með skotið. Ómó með vörsluna. Núna Bissi með tækifæri setur hann upp á Vano sem að fer með þetta út í horn, ætlar að spila þetta aftur fyrir Bissi en kemur hann mikið fram hjá tveim varnarmönnum Ravík. Tóni núna setur hann upp en kemur hann mikið yfir Ómó. Vano með boltan aftur. Ómó kemur hann mikið lengra fram. Bissi núna með tækifæri en Alfarinn nær boltan með afanum. Það er svona léttu skoti á markið. Vano tekur þetta samt mjög örugt frá og Dansland núna með tækifæri setur þetta í bakvegginn og núna Alfarinn hittir ekki boltan á markið. Tóni ekki með bústið að fylgja þessu en gera það samt, nær að pota boltanum áfram. Ómó ekki með búst heldur, hvar er bústið í þessum leik bara. Þannig að Dansland núna með boltan, með bústið, 30 sekúndur eftir, þau þurfið ekki að lifa lengur það og þeir halda pressunni gangandi. Markið á að vera detta inn hérna. Alfarinn situr fram hjá einum, Bissi nær að koma honum út. Dansland kemur honum aftur inn. Tóni er á móti Vano, 10 sekúndur eftir. Mega bara ekki missa boltan yfir á sinn vallarhelming, þá er þetta komin í hættu en Alfarinn er að gera þetta virkilega vel. Hendur boltanum hérna og Dansland er að bæta við eða hvað? Nei, þetta fyrir slanna á niður en það bara skiptir ekki máli. Það sem að Ravík vinna leik nr. 2 og það er 2-1 í þeim leik. Virkilega vel gert hjá Ravík að koma sér aftur inn eftir að Ómon var bara orðið frekar örugt þannig að setja í part leik nr. 1. Já, Ravík bara
það gekk einhvern veginn ekkert allt upp hjá Oman í þessum leik. Ravík bara tók svolítið stjórnina og spilaði bara mjög vel. Algjörlega, mættu finnst mér strax betur núna, voru aðeins meira pressa á Oman og ekki gefa þeim jafn mikinn tíma sem að skipti bara svo gríðarlegu miklu máli því að strax svo þau gefur þessu strákum tíma þá kunna þeir virkilega að spila á milli sín en á meðan þú truflar þá aðeins þá getur þetta farið í algjöra steik og hann er boltinn bara sitjandi á miðjunni og loksins dettur hann einhverstaðar til hliðar. Tóni heldur þessu gangandi, nær ekki að koma þessu alla leiðinu fyrir fram að marki hjá Oman og núna er Oman með tækifæri hinum meginu. Tóni nær að tortíma honum, Danslan nær ekki að koma þessu lengra frá. Vano með tækifæri situr fyrir fram að Bissi en nær ekki að gera meira en það. Tóni ekki með bústi, Danslan kemur þessu burt fyrir þá og boltinn ætti bara að detta niður fyrir Vano. Vano hérna í loftinu, móti Alfarinn, þarna kemur Omo en Tóni mætir virkilega vel. Alfarinn og Vano missir á honum, Bissi með snertinguna og Alfarinn hérna með góða tortímingu. Tóni hittir ekki boltan, þá kemur Vano en Tóni nær sendingunni samt sem áður. Omo í loftinu, farin Bissi en Tóni aftur á réttum stað. Danslan reynir að koma svona í gang en þar kemur Omo. Vano! Einhvern veginn nær að pota þessu inn. Omo með stóðsendinguna þarna nær að spila þessu úr horninu, situr fyrir fram að markið og Vano, vá hvað þetta var hægt mark en það dugði til, það var engin markmaður hjá Ravík tilbúinn í þetta og mínúta búinn, Oman kom í 1-0. Þetta er staðan sem að þeir vilja vera í, núna þurfa þeir bara að taka yfir leikinn ennþá betur eins og þeir gerði í fyrsta leik. Vano reynir að spila yfir á liðsmönnuna sína sem að missa boltanum og Vano situr það bara beint fyrir framan Alfarinn sem að næri ekki að klára þetta en núna Bissi með tækifæri situr þetta aðeins frá sér hann út í horni en Omo næra fylgir þessu eftir, gerir þetta virkilega vel. Tóni næra stoppa þetta og Bissi heldur þessu gangandi. Vano núna upp í loftinu á móti Alfarinnum, gerir betur. Vano kemur hérna alla leið, kemur honum næstuði á markið. Tóni reynir að spila þessu út en Omo stelur þessu af honum. Kemur þessu beint á markið og Oman komið 2-0 yfir. Þrjár mínútur og 20 sekúndur eftir en nóg eftir af leiknum með 3 gott fólk. Við erum bara rétt að byrja. Ég spáði 5 leikja baráttu hér og við getum vel verið að sjá það en Bissi núna ætlar að koma þessu upp fyrir Oman. Gerir ekki mikið en liðsmennir hans eiga að geta búið eitthvað til hér. Vano situr fyrir fram að Bissi sem að situr í stöngina. Næri ekki að klára þetta tækifæri og núna eitthvað smá missa hana milli sín Omo og Vano en Omo núna loksins nær boltanum, situr í bakvegginn. Danslan nær að fljúga yfir einn, nær að fljúga yfir annan. Núna tækifæri til að sitja á marki, hittir ekki en Tóni gerir það fyrir hann. Er tilbúinn hann á bakvið hann. Og virkilega vel gert hjá Ravík að koma sér aftur inn í hennar leik. Sjáum hérna Tóni algjörlega opið mark fyrir hann. Fyrsta boltinn fer fram hjá öllum. Það er eiginlega bara eins gott að þeir mistu af honum hann að fremstu menn hjá Ravík. Og við erum ekki einu sinni komin í hálfa leikinn og Alfarinn er að sitja hann. Kick-off mark Alfarinn. Á ljótustu mörk dagsins. Það er annarkvort einhver klippa sem að hann á ekki að geta hitt á markið eða þá hann skora beint og kick-offinu en hann er alltaf tilbúinn að skora þessi mörk, það er það sem skiptir máli og staðan orðið 2-2. Hann er að skora drjúgt í fantasy. Alfarinn hérna, Vano hérna í loftinu. Næ, ekki að gera þetta, er Bissi tilbúinn með skotið. Danslan, þetta er ekki nú fast hjá Bissi. Omo setur hann út og Danslan hérna. Þá kemur Bissi hérna með skotið, þarna er Alfarinn ekki tilbúinn og þarna skorar Bissi og Oman er komið í 3-2. Þarna misti Alfarinn alveg af þessu, hélt að einhver annar væri kannski tilbúinn í þetta en var líka bara ekki með mikið boost en kannski hefði þetta verið tilbúinn í vörsluna. 3-2 núna fyrir Oman, mikilvægt og Bissi! Já! Skorar annað kick-off mark en það er fyrir Oman í þetta skipti. Við erum búin að sjá 3 milli þessara liða. Staðan orðið 4-2 og þetta er bara gaman að þessu. Við erum að fá mörk hérna í þessa leiki og
Nú þarf Ravík aðeins að fara að koma sér í gang. Vano hitt í loftinu, Dansland gerir vel. Þarna missir Alfari rétt af boltanum. Vano hérna, Ómó nei! Það bara, þeir eru ekki að hitta boltan. Vantar smá upp að þetta hjá báðum liðum. Bissi gerir þetta hins vegar gríðarlega vel og missi síðan af honum. Vano grípur boltan fyrir hann, spilar yfir á Ómó. Ómó nær ekki að koma sér fram hjá Tóna. Dansland núna með boltan í sínu horni, gerir vel að koma sér fram hjá einum. En Bissi fyrstu til að mæta, veit ekki alveg hvað hann er að gera þarna, en gerir það einhvern veginn ótrúlega vel að spila hann upp á Vano. Ómó missir af þessu. Dansland núna með tækifæri til að spila á sinn mann, en situr hann bara beint á Bissi sem að skýtur og... Nei! Og... Hann skoppar af Tóna og í markið. Tóni, hvað er þetta að gera? Það er hægt að kalla þetta ostaköku af því að þetta var ekki varsla. Ég veit ekki hvað ég að segja. Við höldum bara áfram. Tóni ætlar að laga fyrir sig. Þarna koma maður! Þarna laga fyrir mistökun sín. Tóni ekki sáttur út í þetta. Gerur þetta bara sjálfur. Skora mark tilbaka fyrir Ravík og við erum einhvern veginn komin í frekar jafna leik aftur. Það vantar bara 2 mörk á milli og við erum búin að sjá 8 í þessum leik, þannig að 2 er ekki mikið og Tóni! Einhvern veginn skora beint og kick-off. Hvað er í gangi? Við erum að sjá þetta bara fram og tilbaka. Vano nær ekki, er bara ekki tilbúin í þetta. Tóni nær einhvern veginn að losa boltan fram hjá honum og staðan orðin 5-4, 1,5 mínúta eftir, nóg tími til að skora 5 mönnu mörk þess vegna meðan við þessi lið og Bissi ætlar að bæta við hérna einu strax. Kemur þessu fyrir fram á markið, Vano með tækifærið, nær ekki að sitja þetta á markið en ætlar að spila þessu upp fyrir Ómó. Ómó gerir ekki nóg vel. Alfarinn og Dansland gera betur í vörninni. Bissi núna aftur upp og fer reynda sjálfur í hann. Dansland mætir á undan. Núna Ómó situr í bakvegginn, Alfarinn nær að koma fyrir þennan. Vano næsti maður til að reyna, situr þetta bara á markið, er þetta á leiðinni inn, Bissi, Dansland, Alfarinn! Þeir einhvern veginn á að bjarga þessu en Vano aftur með skoti og þarna fer boltinn inn. Ómon kom í 6-4, ég veit ekki hvað er í gangi í þessum leik, þetta lítur ekkert út eins og úrvalsdeildin ef ég á að segja satt. En við erum að fá nóg af mörkum. Og ég held að það er það sem að fólk vill. Þetta er gríðarlegu leikur hérna á milli Ómon og Ravík. Þetta er virkilega mikilvægt líka bara fyrir þessi lið að vinna upp á bara stöðu deildarinnar og Alfarinn að gera vel að stela boltanum. Hann ætlar að gera þetta bara sjálfur fyrir alla leið og Vano bara að verja þennan út til hliðar. Alfarinn heldur pressunni hins vegar áfram. Ómó mistir af honum. Hvar er Tóni? Hann nær boltanum en getur ekki klárað þetta. Dansland þarf að bjarga þessu og það eru 30 sekundur eftir. Ravík fyrir að finna 2 mörk. Núna Alfarinn með tækifæri kemst fram hjá Vano, kemst hann fram hjá Ómó. Nei, en boltinn er fyrir fram á markið. Tóni nær ekki að klára þetta. Alfarinn fyrir aftur í þetta. Þetta fer í bakvegginn. Ómó nær að koma sér út. Og Dansland núna nær að hæja þess á sig aftur fyrir Ravík en núna þarna kemur boltinn upp fyrir framann Alfarinn, hann nær ekki í hann en það skiptir ekki máli. Dansland á tækifæri, Tóni situr þetta markið og það eru 2 sekundur eftir, það er nóg tími fyrir Ravík til að skora 7. markið í þessum leik. Við erum búin að sjá 2-3, ég held 3 kick-off mörk frá Ravík, þannig að við getum alveg séð 4. að koma hér. Allt upp á þetta er upp á leik nummer 3, þetta er svo mikilvægt að komast yfir í viðuregninni. Boltinn ekki fyrir, það fórum ég algjörlega vitlaus átt, þetta var ekki kick-offið sem að Ravík vildi og Ómon einhvern veginn á að klára þennan leik 6-5. 6-5? Það kemur á óvart að við séum ekki með fleiri stig hérna yfir borðið sko. 650 bæði, já, Tóni og Vano. Ómó, Bissi, Dansland og Alfarinn allir með slatta af stigum sjálfur en yfirráð vallar var reyndar alveg gríðarlega mikið Ómon megin en það var kannski af því að Ravík skoraði líka heldur 2 kick-off mörk bara í þessum leik þannig að það má svo sem alveg búast við því en eru að fara að fá leik nummer 5? Er Ravík að fara að vinna þennan og við erum að fara í einhvern klikkaðan leik nummer 5? Nei, ég held að Ómon taki þetta núna. Ég held að þeir vilji klára þennan leik og þeir fari bara full on í þetta
og klárið þennan leik. Þeir vilja það. Þetta hefur svolítið verið hjá okkur að hérna, leikinir hafa verið að fara svolítið eins. Fyrsti leikur, annar leikur. Ef að fyrsti leikurinn fer 3-1 þá fer annar leikurinn 3-1 líka. Þannig að þetta hefur verið svolítið einstæmi. Ég ætla bara að segja að það verði eins. Já, við erum bara að fara að sjá 3-1 hérna í allan dag hjá öllum liðunum. Og við erum allavega að fara að mæta hérna í, ég man nú ekki hvað þessi leikvangur heitir, en þú með það á hreinu? Manstu það? Ég held að þetta sé bara Tókjó. Það er bara Tókjó. Ég held það. Það er svo einfalt að segja það, sko. Tókjó. En það er... Eða Beckwith Park. Ég man ekki hvað, hérna... Nei, ég held að það sé bara Tókjó. Það sem við höfum Bob's Ramen. Já, það er... Allir búin að fá sér gott ramen hérna á sunnudegi vonandi. Einhver smá bið eftir leiknum greinlega, en það er nóg í gangi hjá þessum tveim liðum, þannig að það er stór spurning hvað er að fara að gerast hér. Það er einn leikmaður sem að krassaði út, þannig að það er smá bið eftir leik númer 4. Það, já, ég veit ekki einu sinni hvernig ég á að reyna að spá fyrir næsta leik. Þetta er búið að vera svo mikið chaos hjá þessum liðum. Við erum annarkvort að sjá einhver algjör mistök í vörninni og það leiðir að marki, eða við erum að sjá kick-off mörk og síðan bara inn á milli sjáum við annað liðið bara spila frábæran leik á milli sín og búa til eitthvað geggjað, en við erum mættir hérna í leik númer 4 og Bissi skorar til að byrja leikinn þarna akkurát. Ómó og Bissi að spila virkilega vel saman. Ómó gerir þetta svo gríðarlega vel, kemur þessu fram hjá 3 varnarmönnum til að búa til tækifæri fyrir Bissi og Óman 1-0 lifið þegar 7 sekúndur eru búnar. Þetta er það sem Óman þarf, það er bara að taka stjórn á leiknum og halda þessu gangandi. Ekki að missa þetta í kick-off-mörkinu sem þeir eru búin að vera að gera og leyfa Ravíkurinn að komast inn í leikinn. Þetta skiptir máli, bara að taka stjórnina. Danslan hérna og Bissi mætir vel, þá er Ómó tilbúinn. Tóni hérna setur hann niður fyrir Alfarinn sem setur hann út á og að reyna að finna Danslan þarna, en Ómó er fyrir fram að sitt eigið mark og heldur þessu áfram hérna gangandi. Þá kemur Vano hérna með skotið og þeir eru komnir í 2-0. Ómón hérna er að gera nákvæmlega það sem þeir þurfa hérna til þess að klára þennan leik. Búin að taka stjórnina hérna í þessum leik og gera þetta virkilega vel. En eins og við erum búin að sjá, stjórnin endist ekki lengi á þessum liðum. Þannig að Alfarinn ætlaði að reyna eitthvað þarna, Vano var bara tilbúinn í þetta og Bissi kemur með skotið, Danstan þarf að verja þetta út, Ravík algjöru vörn hérna og Vano núna situr upp fyrir Ómó á markið. Tóni nær að pota þessu út yfir á Alfarinn aftur niður og Tóni yfir á Danstan, en hann verður ekkert úr þessu. Vano nær að mæta í þetta, Alfarinn ekki tilbúinn að taka þennan bolta. Bissi núna búinn að loka fyrir, en þeir ná að losa þetta til hliðar. Ómó fær reyndar bústið, ætlar að setja það niður fyrir Bissi eða hvað. Það er ekki að koma nóg langt yfir. Vano með boltan sín megin, spilar þetta yfir á Ómó. Ómó aftur áfram, gerir þetta síðan bara sjálfur yfir Danslan og það er opið mark fyrir Vano til að klára 3-0 fyrir Ómón þegar 1,5 mínúta er búin, ekki einu sinni það. Og við erum að sjá þetta flotta spil núna hjá Ómón sem á að vera það sem að skilur þessi lið af. Ómón er að finna taktinn, það þurfti 4 leiki til en þeir virðast vera komnir í þennan takt og eru bara þægilegt spil hérna er Vano, setur hann og þessi er í sláni og Bissi og þeir ná að verja hann hérna. Vano fer upp, heldur sóknin í gangandi og þarna fara þeir saman í þetta og þarna er Danslan, kemur honum fram en eins og sé hann er engin Ravíkmaður komið fram, þeir eru allir í vörninni einhvern veginn. Vano hérna og Danslan hérna með góða klemmu. Tóni hérna reynir að búa eitthvað til en það er bara Vano mættur. Og Tortimingin og Alfarinn og Danslan. Vel gert hjá Ómó að koma þessu út núna hérna. Bissi nær að gera þetta vel með Ómó, spilar þetta geggjað vel yfir á Vano sem að nær ekki að klára þetta. Góð vörn hjá Ravík til að byrja með. Bissi heldur samt boltanum. Alfarinn nær að trufla það og Tóni núna með bústið á móti Ómó. Ómó missir af honum en hann setur þetta í stöngina út.
hann næri ekki að sitja inn á markið og núna opið markið innum eða hvað, nei, Dansland mættur í vörnina en þetta vantaði ekki mikið upp að núna Tóni með annað tækifæri og það bara opið markina. Það bara tortíming, opnar allt markið fyrir Tóna til að leggja boltan inn. Sjáum hérna, þeir voru bæði Dansland og Alfærin og leita þessu. Vano ekki langt frá að koma og bjarga þessu en Ravík ná að skora 1 mark tilbaka, spurning hvort þeir ná að halda þessu gangandi. Núna Bissi og Alfærin mæta hérna í kick-offið, Vano missir aðeins af þessu, Alfærin getur spilað aðeins með þetta en næri ekki fylgja þessu eftir það sem að vantaði allt pústi hjá honum. Dansland stoppar þetta strax, Tóni gerir vel að mæta á móti, Alfærin núna upp í loftinu, setur þetta upp fyrir Dansland en Vano langt á undir í þennan bolta, Tóni núna með boltan upp vegginn. Það ekki að fara sjálfur og eftir sem að þýra Ómó stelur boltanum af honum og boltin pínu fastur inn í horninu hjá þeim og Bissi út að spila hættulega leik fyrir fram að þetta eigi mark þarna en einhvern veginn nær hann að láta þetta virka. Dansland núna með boltan í miðjunni en gerir ekki mikið með að Vano spilar þetta niður á Bissi, Bissi situr þetta upp fyrir markið. Dansland gerir vel að losa þetta þarna, Alfærin hjálpar honum eitthvað við þetta en boltin deyr síðan bara hérna á miðjunni. Bissi hérna heldur svona í gangandi, gerir þetta vel og Vano rétt missir af honum. Ómó hérna reynir að fara í sóknina, ennþá með boltan og Bissi fer einhvern veginn bara í Ómó í staðinn fyrir að fara í boltan. Vano hérna setur hann að vegnum en þeir eru bara mættir í þetta. Bissi hérna og Tóni, þetta í áttina á markinu, Ómó þarf að gera vel hérna, tortímt og hérna bara Tóni og þeir að komast inn í leikinn aftur Ravík. Ómón að missa stjórnina hérna. Ravík menn að nýta tortímingana vel til að búi til tómt mark fyrir Tóna til að pota boltanum inn og staðan orðin 3-2 þegar 1 mínúta og 11 sekúndur eftir. Tóni með boltan kemur hann ekki fram í Ómó, Ómó núna með algjört tækifæri, þarf að spila á einhvern leiðismann hins vegar, nær því ekki. Alfærin tilbúin í enn bolta eða hvað, Dansland fær hann í hendunar og spilar þessu upp fyrir sjálfa sig, ætlar í bakvegginn og reynir tvísmelluna en Alfærin kemur að klára þetta fyrir Ravík. Það 3-3. Þvílíkt spil og þeir að nýta sér tortímingarnar út í 1. Ravík hérna, Ómón engin svör. 53 sekúndur eftir, 3-3. Þetta geti farið bara sennilega Ravík megin núna þegar ég segi það Vano og Alfærin með vörsluna. Virkilega mikilvæg varsla þarna en boltinn ennþá fyrir fram að markið Vano núna með boostið í tvísmelluna, situr þetta niður fyrir Ómó, Ómó situr þetta á markið en Tóni nær að verja þennan. Dansland kemur þessu núna aðeins lengra burt loksins fyrir Ravík. Bissi núna með boltan hins vegar aftur fyrir framann og nær ekki að búa til neitt þarna, missir aðeins boltan en Ómó nær að halda þessu gangandi. Dansland kemur þessu aðeins lengra aftur út og Ravík ekki að ná að losa sig við þennan bolta. Vano núna með tækifæri fer í bakvegginn. Boltinn lendir hann fyrir framann Ómó en hann ekki að klára þetta. Bissi setur þetta aftur niður fyrir Vano. Vano fer með boostið upp og ætlar að reyna að spila þetta einhvern veginn í gegn en það strax trublað. Alfærin núna með tækifæri hinum megin. Hvað gerir hann? Hann setur þetta á markið Ómó. Rétt nær að verja og við erum komin í gullna markið. Ravík þarf bara 1 mark til að halda sig gangandi. Ómó þarf bara 1 mark til að klára þessa viðureign. Ómó setur þetta í og Vano! Vano stelur boltanum og fyrir kolvitlaus átt þarna Bissi hins vegar með tækifæri núna á móti Tóna. Bissi og Tóni gerir þetta virkilega vel hann Tóni og núna Dansland ætlar að koma sér út. Alfærin nær boltanum hérna til hliðar, Alfærin ætlar að fljúa alla leið, kemur þessu fyrir fram að marki, nær ekki að hitta boltan almennilega. Vano nær að setja það burt. Dansland núna með tækifæri, setur þetta aftur til hliðar og ætlar að koma sér á markið og opið mark. Vano nær að losa þessu út. Hvað í gangi? Enginn að ná að hitta á markið. Núna 40 sekundur búnar að þessu gullna marki. Vano með tækifæri hinum megin. Alfærin kemur vel á móti. Núna Ómó setur á markið. Dansland nær að verja þetta út. Og núna Dansland ætlar að reyna að gera eitthvað. Vano blokkar þetta algjörlega en nær að losa boltan allavega. Bissi hérna kominn í sóknina fyrir Ómó en Alfærin mætir vel og þarna enginn í markinu. Og Ómó á réttum stað hérna kemur skotið og Vano nær að verja. Lendir fram að Bissi en Dansland hérna með gott 50. Ómón hérna setur hann til hlíðar, það bara beint á Alfærin. Og þá kemur Tóni, setur hann niður.
Og hérna smá samskiptaleysi hjá Bissi og Vano. Og Bissi hérna reynir að setja niður. Þá kemur Vano. Og Alfarinn setur hann í hornið. Ná að setja hann einhvern veginn fyrir. Þarna Ómó. Næst snertingunni. Skoppar yfir en Alfarinn bara mættur. Tóni reynir að koma boltanum út. Ómó að loka algjörlega á Ravíkmenn. Ná ekki að losa boltan hérna. Bissi nær að koma aftur hérna upp í hornið. Og núna Dansland þarf að komast fyrir þetta en Alfarinn gerir það reynda fyrir hann. Og Tóni vill fá boltan hérna. Nær honum upp í loftið. Ætlar að fara á móti Vano en Vano tekur þetta yfir 2 núna í tækifærið eða hvað. Tóni tortímar honum til að stoppa þessa pressu. Tóni kemur þessu aftur út í hornin. Ómó gerir vel. Nær samt að leysa þetta vel. En Tóni Dansland kemur þessu upp. Og Alfarinn með skotið. Vano þarf að verja þennan. Þetta skot kom út úr engu. Bissi núna reynir að koma sér fram hjá Tóna. Gerir það ekki. Ómó þarf að koma sér út. Dansland hérna upp í loftið. Ætlar að setja þetta á markið. Nær ekki að komast fram hjá Vano. Bissi núna með tækifæri í loftinu. Gerir þetta sjálfur hérna upp í hornið. Setur þetta niður fyrir Ómó en Alfarinn ætti að vera undan. Gerir það vel að komast hérna fram hjá 2. Alfarinn að búa til tækifæri fyrir sitt lið en það sprengt félag hans. Og hann nær ekki að spila hann yfir á neitt. Alfarinn stoppar ekki sóknina. Tóni þarf að koma þessu út núna. Dansland nær ekki að losa þetta vel. Vano fer hérna upp í loftið en Dansland gerir þetta betur og núna í tækifæri Dansland setur það bara markið. Bissi hittir ekki boltan. Bissi hittir ekki boltan. Við erum komin í 3 mínúta gullna mark og það Ravík sem að skora til að koma okkur í leik númer 5. Wow. Ravík ekki tilbúinir að gefast upp hérna alveg strax. Þeir vilja komast enda lengra. Dansland og Tónin næstu báðu með 700 stig og Vano og Ómó sama hinum megin 600 okkar stig. Þetta stigasöfnun. Það eins gott að einhverju séu með menn úr þessum liðum hjá sér í fantasíliðinu því að þið að fara að hoppa upp stigalistan hér í dag en þá eru að fara hérna á meistaravöllin. Það alltaf leikur númer 5 sem að endar hér og þetta spurning upp á hver kemst í hvort að eða bara í rauninni hvort að Ómó heldur sér í 5. sæti eða hvort að Ravík eigi séns og jafna þá. Ég veit ekkert hvernig pluss mínus staðan hjá þessum 2 liðum en við fáum að finna út úr því bara kannski á eftir. Fletti kannski hérna upp á meðan við erum að bíða eftir þessu. En hvernig spáin núna fyrir þennan leik? Hvernig þetta að fara? Þetta getur farið bara á hvort megin fyrir sig. Ómón verða að taka stjórn á leiknum og þeir mega ekki leyfa Ravík að taka stjórnina svona eins og þeir gerðu og Ómón voru farnir að gera svolítið mistök í restina. Voru með að samskiptaleysi yfir orðið svolítið mikið. Þannig að nú skiptir máli bara að halda haus og tala saman og ég held að Ravík gæti alveg tekið þetta líka ef þeir halda áfram að spila þetta. Þeir eru ekkert að gefast upp. Þannig að við erum komin á stað í leik númer 5. Leik númer 5, já það alveg rétt. Ómón gegn Ravík, þetta upp á, já, hver ætlar að vera neðstur í deildinni og hver ekki. En Alfarinn og Tóni núna með smá tækifærin, ná ekki að komast í boltan og undan Vano og Vano gerir þetta virkilega vel og þeir eru algjörum vandræðum hérna Ravíkmenn í vörðinni en Ómó nær ekki að nýta tækifærið. Ómó núna heldur þessu gangandi en nær ekki að gera neitt sjálfur. Vano núna með tækifæri fyrir fram að markið og gerir þetta vel, situr þetta á markið. Kemur Ómó 1-0 yfir en við höfum séð þetta áður og Vano virkilega vel gert nær að tróðunum hann undir Tóna. Aftur komnir í þetta svo þetta Bissi fer upp, Tóni tekur á mót honum í vörninni. Ómó situr aftur fyrir fram að markið. Dansland þarf að taka þetta út. Með no boost til að spila með hérna en Vano mæti vel á móti. Ómó núna með tækifæri, ætlar að gera það sjálfur fyrir flipri setti, nær að komast fram hjá einum. Alfarinn þarf að verja á línunni og nær að losa þetta virkilega vel út. Vano þarf að taka á mót honum hérna hinum einn. Dansland tilbúin að stela þessum bolta. Tóni reynda fyrstur í hann og Ravíkmenn þurfa að tala betur saman. Hver ætlar að taka hann bolta, strákar? Ómó kemur þessu síðan loksins
fyrir framan markið. Bissi nær ekki að komast í þetta og Vano nær ekki að fylgja heldur eftir. Smá mistök hjá Ómon-mönnum en núna Ómó með tækifæri og bara opið mark næstu. Vano búinn að tortíma einum Bissi núna með tækifæri en Ravi gera bara virkilega vel í vörninni. Alfarin kemur síðan sjálfur upp og Vano stoppar þetta. Tony var tilbúinn að taka mótið þessu en Ómó núna situr þetta aftur upp fyrir sitt lið. Danslan ver þennan til hliðar, Bissi reynar að gera eitthvað úr þessu. Alfarin núna með fast skot bara yfir allan völlin, hittir ekki á markið. Vano næstu búinn að komast inn að framhjá Tóna en núna Ravikmenn með smá pressu. Vano hitt í loftinu en fer ekki framhjá Danslan. Nær sér í 100 búst og setur hann hálfparti fyrir sitt eigið mark og þetta var næstu bara sjálfsmark hérna. Bissi hérna í loftinu en Tony er mættur og þetta hættulega fyrir Vano hérna reynir að búka til, fer fram hjá Alfarinu með skotið og þetta kemur Ómó, þetta sláinn inn þvílíkt mark hérna hjá Ómon þvílíkt spil hérna og Ómó klárar þetta listavel. Virkilega vel gert hjá Ómon. Komast í 2-0 en núna þurfa þær að gera eitthvað sem þeir hafa átt pínu erfitt með að halda stöðinni. Ravikmenn einhvern veginn á alltaf að koma sér aftur inn í þennan leik. Alfarin núna með bústið allar reyna að komast yfir Bissi allavega. Bissi nær samt að trufla og alla virkilega vel. Vano hins vegar lendi bara í Alfaranum hana. Danslan nær að koma sér alla leið upp. Vano nær ekki að skjóta sér en Ómó á tækifærið. Kemur honum áfram en ekki fram hjá Alfaranum. Danslan núna með tækifæri hinum megin er lengst upp í loftinu. Ég sáum ekki hver gági en Vano nær að verja þetta. Tony núna situr hann aftur fyrir framan Alfaran. Alfarin kemur honum út í horn. Er ekki með bústið og Ómó og Bissi ekki að tala vel saman þarna. Ómó ítur honum bara frá til að komast í boltan. Og Danslan situr þetta fyrir framan Alfarin en Bissi á þennan bolta. Tony hins vegar með tækifæri núna, hittir ekki á markið og Ravik ekki alveg að ná að klára tækifærin sín hérna. Þá kemur Danslan hérna og Ómó með gott 50. Danslan situr hann niður, Alfarin hérna, Bissi situr hann upp. Vano kemst yfir Danslan. Á lítið búst þarna kemur Ómó en Alfarin er mættur, þá kemur Bissi með skotið og þeir eru komnir í 3-0. Eru Ómon að klára þennan leik hérna? Hérna bara Bissi með gott skot og þeir eru bara ekki klárir í vörninni. Ómon að yfirspila hérna og stað 3-0, 1 mínúta og 39 sekúndur eftir. Ravik verða að vera að geta svarað. Alfarin hérna fer í loftið á fullt búst, reynir að búa til sendinguna, fer fram hjá einum en Vano er mættur. Þá kemur Alfarin með sendinguna og Danslan hættir að detta niður hérna fyrir markið hjá Ómon en þeir gera þetta vel. Alfarin hérna kemst ekki fram hjá, þá er Vano í loftinu. Reynir að fara út í hornið, það er bara Danslan tilbúinn. Þá kemur Bissi hérna og gerir virkilega vel og neglir honum bara fram og kaupir tíma hérna. Þá kemur Bissi hérna með skotið og þessi er í slánni og þá fylgir Vano eftir og Bissi skorar og Ómon eru komnir í 4-0. Virkilega vel gert hjá Ómon að ná að komast í 4-0 en það er mínúta eftir og við höfum hreinlega síðan held ég fleiri mörk á 1 mínúti milli þessara tveggja liða. Þannig að spurning hvað Ravik gerir núna, ná ekki kick-off markinu, hefði verið góð byrjun. Danslan með boltanina sín megin, fer af stað, kemst fram hjá einum. Bissi tilbúinn að taka mót honum hérna, gerir þetta virkilega vel, er með stjórnandi boltanum. Tony setur þetta virkilega bara rétt fyrir fram á marki. Ómó núna með tækifæri til að koma þessu aðeins lengra áfram. Bissi upp á móti Tóna, Tony gerir betur, Alfarin kemur honum fyrir fram á markið eða hvað, nei. Ómó núna og Vano ná að leysa þetta. Bissi eru bara að eyða tíma, virkilega vel gert, bara 30 sekúndur. Þetta er orðið ótrúlega erfitt fyrir Ravik en hérna í tækifærið Alfarin hittir hins vegar ekki boltan á markið. Hefði viljað bara fá skotið þarna 20 sekúndur eftir. Alfarin missir á hannum, Danslan fer upp vegginn, situr þetta núna inn að markinu, kemur hún fram hjá Ómó og þarna Bissi nær að gera þetta vel og þetta er leikur, gott fólk. Það er ekki séns lengur og Vano ákveður að klára þetta fyrir Ómon. 5 sekúndur eftir, 5-0, það þýðir að þetta sé búinn leikur, búinn viðureign því miður
eftir þetta gríðarlega flott spil hjá Ravík. Þrátt fyrir að vera ekki með maka, búið að vera geggjaður dagur hjá Ravík, þeim eiga það. Þetta er búið að vera, já, pínu klessa, en það er bara stundum svoleiðis. Klessubílinn er frekar skemmtilegur inn á milli og 5 leikja viðureign sem að Ómon ná síðan loksins að klára. Vano hérna með 610 stig, þetta var einhvern veginn allt annað leikur hjá Ravík þegar voru ekki að ná að búa til neinn tækifæri. Ómon átti bara miklu betri leik hér og náðu að stýra allan tíman. Það er það sem skiptir máli, misti aldrei stjórn á leiknum. Það er það sem þurftu í seinustu leikjum og það sem gerðist var að þeir mistu stjórnin á leiknum og það bara kostaði þá. En þeir unnu viðuregnina, það er það sem skiptir máli. Algjörlega, virkilega mikilvæg viðureign hjá þessum liðum og Ómon eiginlega búin að tryggja sér þá núna, svona má næstu segja það að Ravík á allan að voða erfiða leiki eftir til að reyna að ná að jafna þá eftir að hafa tapað tvisvar á móti þessu liði sem er svona aðal baráttu, aðal andstæðingur þeirra í deildinni má segja. En þetta var gríðarleg viðureign fram og tilbaka. Lítil stjórn má segja á leikjónum þangað til loksins í síðasta leik þar sem Ómon tók yfir leikinn, þar sem að kannski flestu voru að búast við af þeim, en við ætlum að hoppa í stutta pásu áður við förum í Dusty gegn 3-5-4. Ekki fara langt. Að skipta akrein. Já, sæl, verið komið aftur. Þetta var okkar stutta pása eftir gríðarlega viðureign hjá Ravík og Ómon sem að fór í alla 5 leikina. Við erum kannski að búast við öðrum svoleiðis hjá 3-4 og Dusty. Þetta eru 2 risar sem hafa verið rosalega lengi hjá okkur. Reyta Dusty með mismunandi nöfn en einhvern veginn svona svipaður liðshópur oftast í gegnum deildina, allavega einn maður sem hefur verið alltaf í sama liði, sama hvað það heitir, en við fáum bara að skella okkur beint í það að skoða hverjir eru hjá 3-4 sem gullfallega bíl. Sjáum hérna Dan, Rexer, PS og Vex, það eru 2 landsliðsmenn. Rexer sem er almennt talin besti útlendingurinn í deildinni og Vex varamaðurinn þeirra. Þetta er gríðarlega sterkt lið. Við erum sterkasta liðið í deildinni í dag. Já, þeir allavega sýndu það á móti Þórsurum að þeir eiga að vera á toppnum og þrátt fyrir hvernig skrims eða æfingaleikinnir hafa verið að fara sem að ég... Það er ekki það sem skiptir máli nefnilega. Nei, en þú veist, ég er samt ég er G2 aðdáðandi og G2 í League of Legends eru skrims heimsmeistara, skilur þú veist, þannig að það er alltaf svoleiðis. En við hoppum bara beint yfir á Dusty liðið að þekki allir þessi lið, þekki allir þessar spilara, engin nýr hér, það er Vatima, Crypto, Usyk og Bins. Við höfum held ég bara séð Vatima, Crypto og Usyk stilla sér upp og ég býst bara við því sama. Já. En spá, við ætlum að vera mjög snöggir. 3-1, 3-5-4. 3-1, 3-5-4, ég ætla að spá 3-0, 3-5-4, það verður sópur, við ætlum að fá allar típur af leikjum í dag. En við ætlum bara að hoppa strax yfir í leikinn, þetta verður mjög fljótt hjá okkur hér.
Við erum mættir á völlin 3-4 gegn Dusty. Þetta eru leikir sem hafa almennt verið stórkostlegir í gegnum söguna hér í Rocket League samfélaginu og Usyk núna með boltan sín megin með boostið ætlar að spila hérna yfir á Crypto. PS kemur á móti, Dan nær að spila hérna á bakveginn. Vatima þarf að gera vel, gerir það. Rex er hins vegar mættur aftur, fer í bakveginn sjálfur. Usyk mætir aftur á móti. Dusty að gera vel hérna til að byrja með að mæta strax á boltan og ekki leyfa 3-4 að komast fljótt af stað. Dan hins vegar með tækifæri hérna næra komunum í hotnið en það er Crypto sem að tekur þennan bolla og skýtur hún bara allalegina yfir. Rexið þarf að berja þennan og PS núna með tækifæri á veggnum kemur honum aðeins hérna upp en Vatima spilar honum strax aftur til hliðar. Usyk með tækifæri á Vatima sem að skýtur og það er bara mark. Ég sá þetta aldrei vera að koma og Usyk og Vatima spila gríðarlega vel saman. Dan missir af honum hérna og það bara vandaði varnarmannin hjá 3-4. Virkilega vel spila hérna hjá Dusty og 3-4 bara svolítið hægir til að byrja með og Dusty að nýta sér hraðan hérna, virkilega vel gert. Vatima hérna, virkilega góður á boltanum. Þá er að Rexer, hefur betur á bóndi Crypto. Usyk hérna, gerir þetta virkilega vel. Dan þarf að mæta, þá kemur Rexer í loftið og Vatima er bara mættur. Dan hérna fer fram í Vatima en Crypto 3-4 komast ekkert áfram hérna. Þá þegar ég segi það, þá er PS kominn í sóknina, setur hann fyrir en Vatima hérna mættur. Usyk líka með tortíminguna til að passa upp á það að yrði engin sókn hjá 3-4. Crypto reynir að spila upp kantinn, Usyk nær síðan að halda þessu gangandi. Vatima lendir í smá bumpi hérna á miðunni. Crypto heldur þessu gangandi. Rexið þarf að komast upp á bakveginn sinn. Usyk situr þetta síðan á marki. Rexið þarf að verja þennan. Dan fer líka í þetta. Þeir eru algjörum vandræðum hérna. Dusty með alla sóknina á Crypto. Gríðarlega vel varið hjá Dan. Ég sá ekki hvernig hann varði þetta. En Usyk núna enn og aftur með tækifæri. Núna loksins Rexið er ætti að geta komið þessum bolta aðeins út. Missir aðeins af honum hérna, Crypto kemur á mótonum og svarar þessu fljótt. Usyk gegn Dan hérna hinum megin og PS nær að koma sér aðeins lengra og Rex er núna með tækifæri upp í loftinu, situr þetta á marki. Crypto þarf að verja þennan og það er Torti einu manni en það er enginn til að fylgja þessu eftir. PS var hvergi sjáanlegur. Crypto núna með tækifæri hinum megin, reynir að setja þetta á marki, gerir það. Dan þarf að verja þennan. Usyk núna með skotið í slanna og Rex er nær að koma þessum bolta út. Hvað er í gangi Dusty með alla sóknina hér á hreinu? Vatima núna með tækifæri yfir á Crypto. Crypto missir af honum en Vatima gerir þetta bara sjálfur og Dusty er komnir í 2-0. Við erum að sjá Dusty mæta miklu sterkari hérna í leik nummer 1. Og eitt sem ég vil minnast á, við erum að sjá Crypto get Rexer hér í dag. Rexer var ekki til staðar þegar þeir mættust hérna í fyrri umferðinni á milli þessara liða. Og þetta eru svo að þeir sem voru að skipta lið. Ég hef ekki mikið tíma til að tala um þetta þar sem að Dan ætlar að sækja sjálfur og gerir það bara! Dan ákveður að vera ekkert lengi að þessu, ekki að leyfa mér að spjalla söguna á milli þessara liða eða eitthvað svoleiðis. En mér finnst bara gaman að sjá þessar útlendinga að vera keppast á móti hvorum öðrum af því að þetta eru tveir virkilega sterkir sem að skipta lið frá stórmeistara en núna Dusty ennþá með smá stjórn. Rexer hérna og PS í loftinu, þarf að gera þetta vel. Eins og þú segir, Rexer og Crypto þeir skipta lið hérna á sínu tíma. Báðir alveg virkilega góðir hérna. Usyk setur hann niður og PS setur hann beintur fram á markið og Crypto ekki alveg á réttu stað. Rexer hérna kemur áfram. PS á ekkert boost, Usyk hérna og Dan þarf að bakka á ekkert boost heldur, það vantar svolítið hérna. Usyk setur hann á Crypto sem að kemst hann hjá Dan. Það er PS og þessi dettur niður fyrir Vatta sem að næ snertingunni, þá kemur Usyk. Setur hann í vegginn, setur hann til hliðar og Dan kemst á stað hérna. Dan með skotið nær ekki að koma sér lengra. PS reynir að halda þessu gangandi. Rexer næsti maður í þetta. PS situr þetta síðan á marki. Crypto þarf að verja þennan og Crypto heldur þessu síðan gangandi. Kemst fram hjá Dan, kemst hann fram hjá PS. Já, Rexer þarf að verja þennan út og núna Vatima næsti maður.
búinn að vera gríðarlega flottur hérna síðustu 2 vikurnar og þessi bolti reynda bara á marki hjá Dusty. Krypto að taka hann hérna til hliðar. PS hendur þessu gangandi, kemur þessu áfram. Dan núna með tækifæri, setur skotið og Krypto nær ekki að verja þennan. Það mark fyrir 3-4 sem að jafna leikinn hérna þegar mínúta eftir. PS gerir gríðarlega vel. Úsvík reynar að losa boltan en nær ekki touchinu. Krypto ekki langt frá því að ná þessum bolta en aðeins og seint og staðan orðin 2-2. Mínúta eftir, þetta gríðarlega skemmtilegu leikur 1 sem við erum að fá hérna á milli þessar risa og núna Vatima reynir að búa eitthvað til en PS kemur á móti. Núna tækifæri fyrir hann en Úsvík stilur boltanum af honum. Dan setur þetta langt fram en það eru bara Dusty menn sem að eiga þennan bolta. Rex ekki tilbúin í að mæti þennan og Krypto á þennan bolta. Vatima situr á markið og Dan og PS fara hana saman í þetta en áverja hann. Núna Krypto með boltan sín megin, ekki með allt boostið í heiminum, þannig að hann þarf að aðeins að róa sig niður. Úsvík ákveður að taka hann upp á móti Rex, gerir betur og situr hann í þetta bara hratt niður. PS nær að mæta, virkilega vel gert, 17 sekundur eftir, þetta gríðarlega spennandi, hvað getur PS gert hér? Gerir þetta gríðarlega vel og situr hann á markið! Úsvík missir af honum, PS að sína af hverju hann í landsliðinu. Sjáum þetta spil hjá honum, hann mætir einhvern veginn, ég veit ekki eins og hvernig hann að taka þetta. Einhvern veginn heldur flippur í settinu allan tíman, þá til hann komin undir boltan og laumar honum hann yfir Úsvík sem var ekki með nóg boost til að komast upp í þetta. 11 sekundur eftir, 3-4 komin 3-2 yfir eftir að hafa lent 2-0 undir. Krypto núna með tækifæri, setur skoti, Rex rétt nær að verja þennan. 3 sekundur eftir, þetta núna eða aldrei strákar og þeir ná ekki að komast í boltan. 3-4 leifunum að deyja á jörðinni og vinna fyrsta leikinn þrátt fyrir að, eins og ég sagði rétt á hann, lenda 2-0 undir. Dusty að mæta sterkt til leiks hér. Virkilega vel spila hérna hjá Dusty og bara engin hræðsla og þeir bara mæta þeim. 3-4 voru bara einfallega ekki tilbúnir fyrsta hálfleikinn í rauninni. Það er bara þegar þeir detta inn sem að þeir skoraði þessi 3 mörk. Og klára þetta, það er bara þannig. Bara algjörlega virkilega flott lið báðum megin. Og við förum yfir í leik númer 2. Gæti verið gríðarlega spennandi viðureign sem við erum að fá hér. Þetta allan að byrjar virkilega vel. Ég var að spá sópið en við getum verið að sjá sóp sem að við höfum séð hér áður. Ótrúlega lítið á milli liðana í hverjum einasta leik en síðan vantar bara upp á það að klára leikina. 3-4 eru gríðarlega góðir í því að klára þessa leiki þrátt fyrir að lenda í leiðilegum stöðum og það núna backflippar, þetta er vandræðilegt. Rexið þarf að koma honum til bjargar og kemur honum aðeins út en núna Krypto með tækifæri, situr í bakveginn. PS tilbúin í þetta, kemur honum aðeins lengra áfram yfir á Rexið ennþá lengra. Vatima tekur á móti þessum. Dan núna næsti maður til að mæta upp í þetta, situr þetta fyrir fram að markið. PS ekki alveg rétt staðsettur en ætlar að loka á Úsvík, gerir það ekki. Úsvík fer bara sjálfur með þetta alla leið og þetta er á línunni. Rexið nær einhvern veginn að verja þennan. Dan núna með tækifæri til að aðeins að losa boltan en Dusty að gera betur en Úsvík að gera. Vá, þessi bolti fór hratt tilbaka maður. Rexið næstu að klemma hann þarna inn og ótrúlegt spil hjá báðum liðum. PS hérna og Krypto. Rexer setur hann hérna í loftið. Þetta er hratt hérna niður, þá kemur Úsvík með skotið. Dan ekki mættur aftur og þetta er 1-0 fyrir Dusty. Dan átti ekkert búst í þetta. Úsvík hérna með skot þvert yfir völlinn og staðan var 1-0 fyrir Dusty. Úsvík, leikmaður sem var ekki vissum að hann vildi halda áfram í fyrra, kemur síðan inn í Dusty og er búinn að vera lykil maður núna síðasta árið hjá þeim. Virkilega vel spila hjá honum hérna í dag. Dan núna með tækifæri, PS reynir að sitja hérna á markið. Rexer heldur þessu síðan gangandi. Úsvík nær að verja hann út, PS hefði þurft að trufla þetta. Dan núna með tækifæri hérna til hliðar, kemur honum inn á markið. Úsvík nær að verja hann og nær að losa þetta aðeins hérna lengra út, kemur núna upp vegginn sjálfur. PS truflar það strax. Rexer með boltan hinum megin, getur hann gert þetta á móti Vatima? Nei, en þeir mæta hérna 2, Dan og Krypto upp í loftið. Krypto hefur betur, PS hvað er þetta að gera með boltan? Situr hann í slána, Vatima situr hann síðan bara beint á markið. Dusty eru komnir aftur 2-0 upp. Vandræðagangur á 3-4, þetta
skila sér bara í marki fyrir Dusty sem að spila virkilega vel og 3-4 einfallega ekki mættir eins og í fyrsta leiknum en við vitum hvað gerðist. Dusty þarf að klára þetta og halda stjórninni alveg í gegn sem að Usyk að gera hérna á móti Dan hérna núna og Tortimikinn og þeir eru komnir í 3-0. 3-4 í algjörum vandræðagangi hérna. Dusty að spila gríðarlega flottan leik hér í dag. Liður eins og þetta lið verður bara betra og betra með því sem að deildin líður og þeir eru að sína það hér en Dan og PS núna með smá tækifæri. PS fer í boostið og móti Crypto en Crypto fær þá bara allan boltan. Vadim að missir af þessum. Rex er núna farin upp í loftið, fer í flipri sæti, gerir það vel. Vadim þarf að verja á línunni. PS núna næsti maður, kemur honum hérna inn á Dan. Dan á markið, Usyk ver á línunni. Núna Rex er næsti maður, Usyk ver aftur. Núna PS næsti maður en Crypto ver þennan og Crypto núna með sóknina hinum en Rex stoppar þetta hins vegar strax og Dan nær að losa þetta aðeins aftur. Núna reyndar galopi mark, Dan þarf bara að koma sér fyrir næsta mann en Usyk vákvæður snöggur tilbaka. PS núna á móti Crypto, nær ekki að gera mikið og Rex stilur boltanum. Usyk reynir að losa pressuna, það Dan bara mættur, þá Vatti næstur og missir á honum og PS að koma markið inn fyrir 3-4. Staðan orðið 3-1. Við sáum þetta líka gerast í seinasta leik. 3-4 voru lengi á stað en ættu að geta komið sér á stað núna. Ekki nema Dusty klárið þetta bara núna og setja í fluggýrin. 3-1 fyrir Dusty. Crypto hérna á ekkert boost en samt með stjórn á boltanum hérna. Þá kemur Usyk í hjálpar sóknina. Rex hérna í horninu sínu á móti Vatta. Vatti gerir virkilega vel. Setur hann fyrir. Þar PS á móti Usyk, Rex hérna. Reynir að búa til eitthvað hérna. Dan núna með tækifæri, nær ekki að losa frá Vatta en Crypto ætti að nú að geta spila þetta upp. Rex truflar að reynda strax. PS núna að spila langan bolta, spurning hvort hann ætlaði að spila yfir á Rex en Vadim að tekur á móti þessu. Dan nær þessum bolta ekki, Crypto nær að trufla þetta og Rex rétt nær að pota í þennan bolta til að komast upp á móti Crypto. Gott 50 hjá Crypto en Dan næsti maður til að taka á móti þessu, ekkert boost hjá 3-4 mönnum hérna. Rex ætti núna loksins að geta komist í hennar bolta en nær ekki að gera betur á móti Usyk. Dan kemur honum hérna hátt upp. Crypto ver þennan til hliðar. Dan aftur, setur þetta á markið. Usyk þarf að verja þennan. Þrátt fyrir lítið boost hjá 3-4 þá er einhvern veginn að ná að búa til þessi tækifæri en Usyk að gera betur. Setur þetta bara sjálfur næstu mark. Dan einhvern veginn nær að verja þetta á línunni. Vadim að núna með tækifæri. Ætlar að spila á móti PS, gerir þetta betur en hann og Crypto núna næsti maður í þetta. Þetta er að detta fyrir fram á markið. Dan rétt nær að pota þessu út. Vadim að aftur á markið. Dan nær að koma sér enn og aftur út. Það er mínúta eftir 3-4 þurfa að finna markið núna. PS setur þetta til hliðar en Crypto með boltan. Rex núna mætir í þetta. Dan hinum meginn á vellinum, missir af honum en Rex leifur hann að fara hann. Dan nær ekki að pota í boltan á markið. Setur inn á Tortimingu á leiðin tilbaka. Rex núna upp vegginn, með smá boost en ekki kannski nógu mikið til að sperjast á mótið eða hvað. Nær að plata einn, nær ekki að plata næsta. PS núna komið með boostið, ætlar að spila þetta upp á sjálfa sig, setur þetta fyrir fram á markið. Dan nær ekki að koma sér á markið hins vegar 30 sekundur eftir. Rex setur hann enn og aftur hérna fyrir fram á markið en Dusty eru bara gríðarlega öflugir í vörninni núna. PS setur þetta fyrir fram að Rex í bakvegginn og Dan á að geta klárað þetta og núna í tvísmelluna setur þetta í slána, nær ekki að klára þetta og Rex nær loksins að klára þetta mark. Þetta var að koma, þetta tók bara svona 1,5 mínútu til að komast loksins inn í markið segi og sláinn inn 3-2 15 sekundur. Ja, 16 skulle hafa það rétt. 3-2 hérna, ná 3-4 að jafna, það er spurningin. Nú er Dan í loftinu með no boost, setur hann í þakknetið. PS með blokkeringu hérna. Rex fer þá í sendinguna, reynir að gera eitthvað en Vatti mættur og þetta að renna úr greipum hérna fyrir 3-4. PS hérna, nú þurfa þær að koma þessu bara upp og ná stjórn á boltanum og Dan hittir ekki boltan og Dusty vinna leik 2. 1-1 í viðregninni. Við erum að sjá hérna bara sama leik nema öfuga núna 3-2 fyrir Dusty. Komist reyndar 3-0 upp í þetta skipti og það dugði til og Usyk 770 stig. Þessi drengur er hrikalegur.
frábær leikur hjá honum, byrjaði hann að leika eins og ég veit ekki hvað, hann ætlaði bara að vinna hann einn og gerir hrikalega hluti fyrir liðið sitt, missa síðan smá tök aftur á mótið þeim en ná allan að halda þeim frá þriðja markinu í þetta skipti sem að duði til. Valdimar núna að byrja sterkt, Dan tekur hann alla leiðina yfir í hitt hornið, Úsik hættilegu bolti yfir á Krypto en Dan nær ekki að komast í þetta, Rexer heldur þessu hins vegar gangandi og núna einn maður í vörninni, nær einhvern veginn að koma sig út, Krypto gerir þetta svo vel, Dan nær ekki að bjarga þessu og PS núna með boltan alveg hinum megin, situr hann frekar hátt upp, ekki fyrir sjálfa sig, Rexer nær þessu, Rexer núna úr horninu, nær ekki að sitja fyrir fram að marki, Dan hins vegar tilbúin að taka á mót honum, Krypto gerir betur en PS mættur til að hjálpa Dan. Dusty smá vandræðum hérna við sitt eigin mark, Úsik tekin út og Dan kemur honum aftur út í horn. Úsik lendir þetta næstu bara á boltanum en PS með skotið og Úsik nær einhvern veginn að verja þetta. Krypto kemur honum síðan aðeins lengra út og Dusty einhvern veginn nær að lifa þetta af. 3-4 er miklu kröftur hérna í byrjun á þessu leik heldur en hafi verið í seinustu tveimur. Er ég bara í vandræðum hérna, Dusty, Rexer hérna með gott skot sem að Krypto þarf að verja. Þá kemur PS hérna, Vatti með góða stjórn hérna á boltanum. Dan í horninu sínu og fer fram hjá Úsik, fer ekki fram hjá Krypto. PS setur hann upp í loftið, reynir að finna Dan hérna með sendinguna niður, þetta er að detta fyrir Úsik með stjórnina, Dan rétt missir á honum. Valdimar með tækifæri, nær ekki konum fram hjá PS. Ekkert mark komið hérna fyrstu 1,5 mínútuna í þessum leik 3. Bæði liðin að spila flotta vörn en Valdimar núna með tækifæri missar á boltanum, það er allir að missa þessu bolta, hann ætlar ekki að fara með neiðum. PS loksins nær að potunum aðeins áfram, Úsik situr hann upp en það er bara Rexer sem hann tekur á mótunum. Heldur honum aðeins gangandi, situr hann niður á Dan, Dan er í loftinu, situr hann fyrir PS en PS missir á honum, þetta var ekki skoppi sem hann vildi. Núna er Dusty með tækifæri, Krypto nær ekki að fylgja sig eftir, Rexer situr aftur upp fyrir sjálfa sig í tvísmelluna, Úsik nær að trufla það á bakveggnum. Dan núna með tækifæri, situr fyrir fram að markið á PS en Valdimar situr bara fastan bolta á móti, PS þarf að losa hann og Rexer situr hann síðan aftur fastan tilbaka. Úsik setur hann hátt upp fyrir Krypto, Krypto að leika sig með boltan niður á Valdimar. PS nær að mæta vel á Vóti og Krypto setur hann aftur í sitt eigin vallarhelming. Dan nær ekki að fylgja sig nógu vel eftir, Úsik að gera betur. Rexer setur hann upp, hvar er næsti maður, þarna mætir hann Dan og nær ekki að koma sig, Valdimar átti betur. PS núna að reyna að klára þetta, Krypto gerir þetta gríðarlega vel og núna er hann á móti Rexer. Rexer gerir virkilega vel, setur hann til hliðar, það er næstu bara 2 mínútur eftir, við erum búin með meira en helminginn af leiknum, það er ekkert mark komið. Rexer með smá tækifæri núna með boostið, kemst hann yfir Úsik, hann gerir það og kemst ekki á milli mannana. Valdimar gerir betur en núna Dan upp á bakvegginn, Krypto situr hann hátt og langt. Valdimar rétt missir á boltanum, það hefur verið gríðarlega mikilvæg snerting að hann hefur náð því þarna. Núna Rexer missir aðeins á boltanum, situr hann fyrir PS og situr hann síðan aftur og Rexer nær ekki að koma sig á markið og bæði lið í smá vandræðum að koma boltanum á markið. Rexer hérna og Vatti kemur honum fram, Dan hérna nær 50-inu, Úsik nær snertingunni, Dan sér þetta fyrir, Vatti setur hann í hornið, þá kemur Krypto, PS hérna, Úsik í loftinu er á undan Rexer og PS missir á honum hérna, nú geta þeir komið í sókn en Dan er mættur, Krypto setur hann út og heldur sókninni gangandi, þá kemur Rexer, setur hann í loftið fyrir PS, var að reyna að finna Rexer hérna. Úsik á lítið búst, reynir að koma hann fram á Vatta en Dan er tilbúinn. Þá kemur Krypto og Rexer truflar aðeins, þá kemur PS sem að næ skotinu og þessi er ekki jú! Og Rexer er að skora loksins þegar mínúta er eftir af þessum leik. 1-0 fyrir 3-4. Þetta tók sinn tíma. Loksins kemur markið, þetta er búið að vera 5 marka leikir hérna, leikur nummer 1 og 2 og við erum bara komið með 1 mark þegar 1 mínúta er eftir hér. Úsik með tækifæri til að búa eitthvað til en missir bara boltan beint yfir Dan. Valdimar með búst hérna á bakveggnum sínum, er truflaður og PS situr síðan á markið og skorar annað mark fyrir 3-4. Þetta er ekki lengi gert og Steingrímur hérna dansandi hliðina á mér.
spurning hvort að hann sé með þetta í fantasíliðinu eða hvort að hann sé bara svona sterkur 3-5-4 maður að hann byrjar að dansa hérna þegar þeir skora en ég er allavega, ég held að ég sé með mann úr báðum liðum í fantasíinu mínu þannig að þetta er fínt ef þeir fara í 5 leiki Úsik núna hérna upp vegginn Krypto reynar að búa eitthvað til Dusty þurfa 2 mörk núna til að halda sér gangandi í þessum leik Dan er með smá tækifæri til að losa þetta en Úsik er mættur strax kemur honum hérna yfir manninn og þetta er mark! Við sáum bara ekki hvað gerðist! Hvað gerðist? Sjáum hérna Dan yfir á Úsik potar honum hérna upp og það dugar til þetta fyrir stöngin inn. Vel gert hjá Úsik hérna, geggjað mark. 2-1 fyrir 3-4, geta Dusty jafnað þetta. Krypto hérna, PS og Úsik heldur áfram hérna en Dan er mættur, þá er Rexer í loftinu hérna. Nær hann að gera eitthvað, nei, Krypto hérna fer fram hjá einum, setur hann upp og fer fram hjá öðrum. En PS hérna, Vatti er tilbúinn 10 sekúndur eftir, það er nú eða aldrei fyrir Dusty. Þá kemur Úsik og Dan hérna truflar hann. Það eru nokkra sekúndur eftir, þeir þurfa að halda honum á lífi núna. Vatti nærði og Krypto hérna setur hann upp. Og Rexer reynir að setja niður, þá kemur Úsik nær hann að halda þessi, nei! Og 3-5-4 taka leik 3, 2-1. Allt önnur spilamennska heldur en við sáum þetta Dusty liðið vera að spila fyrstu vikunar og 2-1 fyrir 3-4, engin stig yfir borðið, hvað, þetta er ekki alveg nógu gott, við viljum sjá fleiri stig strákar en það vantar kannski bara líka mörkin í þetta og gríðarlega mikið svona varnarveggur báðum megin og lítið af skotum sem komist bara á markið almennt en Skoruðu náttúrulega ekki fyrsta markið fyrir þegar mínúta var eftir. Já, Já. Það er ekki alveg það sem maður vildi en sjáum það núna bara strax komnir yfir í næsta leik Vattima byrjar hérna að koma honum upp Rexer reynar að losa hann Krypti á gerir betur setur hann síðan inn eða hvað, nei, missir af honum Dan núna með tækifæri hinum megin Úsik þarf að gera virkilega vel og gerir það PS missir af þessum Rexer kemur til bjargar en Krypto setur bara skot yfir Dan þarf að losa þennan Krypto mætir aftur klemmir hann reynda bara hann við vegginn og Dan núna með tækifæri fyrir flipprisettið en nær ekki að lyfta honum eins og hann vill Krypto kemur boltanum hérna aðeins lengra fram Rexer stoppar þetta strax Vattima reynir að spila hann síðan aftur en PS er mættur aftur Dan núna með tækifæri í bakvegginn en Krypto verið þetta vel og Rexer núna setur þetta fyrir fram á markið en Vattima með boltan yfir á Krypto fast skot hjá Krypto eftir þess sendingu frá Vattima gríðarlega vel spilað hjá þessum tveim Þetta er útlendingurinn sem að Vattima er búinn að vera að bíða eftir og núna 1-0 hjá Dusty þegar bara mínúta er búin við höfum að bíða til að mínúta var eftir áðan og núna Dan og Rexer með smá tækifæri en Rexer missir á boltanum þarna nær ekki að mæta á móti Úsik hann er á undan þrátt fyrir ekkert boost og Krypto núna með tækifæri til að setja hann fyrir fram á markið Vattima er tortímdur og Dan reynir að losa þennan bolta en Krypto heldur þessu gangandi, kemur honum áfram yfir á Úsik sem hann er ekki að búa til mikið og þetta er algjör stopp hérna í horninu Dan nær loksins að losa þetta, er þetta bara beint yfir á markið, nei, Krypto nær að losa aftur tilbaka. Rexer hérna reynir að halda sókninni gangandi, gerir það, Vattima missir á honum en Úsik er mættur. Lítið búst hérna á 3-4, þeir þurfa aðeins að endurskipuleika sig, þá kemur Úsik í sókn fyrir Dusty, setur hann fyrir og vondur bolti sem er að detta hann fyrir fram á markið, Rexer þarf að gera vel setur hann út, reynir að finna PS sem hann gerir, það er bara Úsik þá kemur Dan og hann fyrir fram hjá honum, hann er Vattima með gott skot og þeir eru að fara í 2-0 Dusty hérna virkilega vel spilað og 3-4 eiga engin svör hérna Dusty 2-0 yfir Þetta er sama við sáum í fyrstu 2 leikjónum, nú er bara spurning, er 3-5-4 að fara að skora á næsta mark eða er það Dusty? Við erum allavega freka vissir um það að það sé að fara að koma annað mark í þessum leik.
3 mínútur eftir tími. Rexer spilar vel upp en Vatima næsti til að mæta. PS tekur á móti þessu, ætlaði að spila yfir á Dan en Crypto á undan, situr í bakveggin. Rexer þarf að losa þennan yfir á PS og PS bara beint á markið. Það fer rétt yfir að PS kemur aftur í tísmelluna. Úsik nær að verða á línunni, Dan hittir ekki boltan og Rexer núna með smá tækifæri. Crypto með bústi til að mæta honum. Úsik gerir þetta vel en það ekki nógu vel. Rexer skorar fyrir 3-5-4 eftir þessa steipu en sjáum hérna Úsik reynir svo mikið að potunum hérna frá Crypto, ekki alveg viss hvað hann ætlaði að gera hana og 3-4 komnir aftur inn í leikinn. Eru að fara að sjá sama og við sáum í leik númer 1 á milli þessa liða. 3-4 að fara að koma tilbaka eða getur Dusty breytt sögunni, breytt leiknum. PS sterkur hérna fram, Rexer situr beint á markið og 3-5-4 eru búin að jafna leikinn. Þetta tók ekki langa tíma. Við erum bara komin í hálfa leikinn hins vegar og það spurning hvað gerist nú. Rexer kom með 2 mörk í þessum leik til að jafna og 2:32 eftir. Staðan 2-2 á milli þessar risa. Crypto hérna og PS reynir að finna Vatta sem hann gerir á fullt búst hérna í hotninu en vel mætt hjá Rexer, setur hann hátt upp í loftið, reynir að finna Dan en Úsik á undan, nær ekki annari snertingu, þá kemur PS sem vinnur 50 á móti Crypto, vinnur 50 á móti Vatta en þá kemur Úsik, Crypto hérna og Rexer mættur og þarna tortimingin, þá kemur PS, reynir að finna Rexer hérna í hotninu, þetta gott spil og hann, Úsik virkilega vel mætt hérna, gott 50 hérna á litlu bústi. Þá kemur PS í loftinu, Crypto mætir honum, gott 50 hérna og Rexer rétt á undan. Setur hann út fyrir en þetta tortimingin, vel gert hjá Crypto og Vatima býr til sókn hérna fyrir Dusty. Og Dan hérna yfir á PS og Crypto. Dan núna með tækifæri situr í bakveggin, Úsik losar þetta strax, Rexer heldur þessu gangandi. Lokar algjörlega á Úsik, nær ekki að koma sér fram hjá Crypto, hins vegar Vatima með eitthvað spestökk hérna í markið. Dan núna með tækifæri, nær ekki að koma fram hjá þessari vörn. Allt í aft þegar mínúta eftir núna boltinn að lenda fyrir fram á markið. PS var að losa þennan, Crypto með tækifæri aftur, kemur hérna upp í loftið á móti Dan. Dan á betur, ekkert búst eftir, Úsik setur þetta ekki á markið. Það var tækifærið núna Dan. Og PS á móti 2 menn ná ekki að koma sér á markið. Vatima ekki með neitt búst en hans menn eru menn það hérna á bakvið, hann þarf bara að koma sér yfir á þá. Crypto kemur með boltan hérna í bakveggin, í tvísmelluna, í þrísmelluna, kemur þessu fyrir neðan. Vatima nær ekki að klára þetta, kemur þessu samt aftur fyrir fram á markið. Dan missir af þessi, PS nær ekki boltanum, Vatima setur þetta aftur á markið en það varið. Boltinn ætlar ekki inn. Dusty ná ekki að klára þetta tækifæri, Crypto núna með tækifæri nær ekki að koma sér áfram. PS reynir að koma sér yfir á mark Dusty, Úsik heldur þessu hins vegar gangandi fyrir Dusty menn. Nær bústinu, nær að halda þessu gangandi og Dan drepur þetta síðan hérna niður til hliðar. Rexer leikur sér aðeins með þetta hérna yfir á hliðaveggin. Úsik spilar þetta yfir á Crypto sem með búst til að komast fram hjá mönnunum en gerir það ekki. PS setur þetta hins vegar beint á Úsik sem truflaðir í loftinu og Dan skora þegar 6 sekundur eru eftir af þessum leik. 3-2 fyrir 3-4, þetta það sama við sáum í fyrsta leik. Við erum að sjá nákvæmlega sömu söguna. 3-5-4, 3-2 Dusty. Getið þið breytt þessu hér og nú, getið þið haldið þessu gangandi. Þetta viðureignin upp á að bara vera að sína í hvað ykkur býr. Þið eigi að vera topplið, sýnið það hér strákar, nei! Þeir missa algjörlega boltanum og 3-5-4 vinna þessa viðureign 3-1 og halda sér á toppnum. Vel spilað hérna hjá 3-5-4, Dusty komst aftur, 2-0, bara eins og búið að vera að gerast og 3-5-4 þeir hjakka sig í gegn og klára þetta. Algjörlega, sjáum samt Crypto og Úsik hæstu stigamenninir, þeir voru, mér langar hreinlega að gefa Úsik maður bara viðureignuna þrátt fyrir það að hafa tapað, hann spilaði gríðarlega flotta leiki hérna. Rexer náttúrulega virkilega flottur sín megin, PS og Dan kannski í bestu leiki sem ég séð hjá þeim en samt allt flott, mjög flott liðspil til að búa öll þessi tækifæri til, halda þessari pressu gangandi. Þetta var stanslaus pressa þegar boltinn komst í sókn hjá báðum liðum og
við erum bara að sjá það að þarna sko, Stjarnan, Dusty, 3-4 Þór, þetta eru öll svona 4 lið sem að mér finnst bara eiga sjens á að vera á toppnum einhvern veginn, það sem að auðvitað 3-4 og Þór eru almennt aðeins sterkari en Dusty og Stjarnan að sýna bara virkilega flotta leiki hér í dag og taka bæði leik á móti þessum topp 2 liðum. Þetta var bara virkilega flottur dagur hérna, við erum að fá fullt af leikjum, 2 sem að fóru í 4 leiki og síðan 1 sem að fóru í 5 leiki en spurning hvort að stöðutablan sé komin upp fyrir eftir alla þessa leiki hjá okkur í dag. Hérna fáum við þetta gott fólk, það er 3-4 á toppnum, ég get sagt ykkur hér að þeir eru með plus 15 í leikjum. Þór þar á eftir með 12 stig eru reyndar með fleiri leiki, eru plus 16 eftir daginn í dag. Dusty þar á eftir með 6 stig eru í plus 1, Stjarnan með 6 stig líka í -4. Vantar þarna alveg 5 leiki upp á í viðuregnum. Ómon þar á eftir með 4 stig en -11 og Ravík í 0 með -17. Hafa ekki unnið mikið en hafa náð einhverju leikjum hana inn og það er einhvern veginn, þrátt fyrir akkurat eins og þarna. Þór töpuðu á móti 3-4 í 3-2 leik og eru ennþá þrátt fyrir að vera búin að tapa viðuregninni að eru samt með fleiri leiki í sinn hag. Já. Þeir eru 24 og móti 3-4 eru 21-6. Þannig að 3-4 eru búin að vinna fleiri leiki en þeir eru líka búin að tapa fleiri leikim. Þannig að í þessu viðuregnum 3-4 eru búin að vera bara virkilega flottir og ná alltaf að klára þetta og við fáum bara að henda hérna yfir í næstu viku hvernig planið þá, hvaða leiki við erum að fara að fá þá. Það er Þór gegn Ravík, Stjarnan gegn Dusty, Ómon gegn 3-4. Það er leikurinn í miðjunni sem að held ég bara leikur næstu viku. Þetta er gríðarlega spennandi leikur. Ég svo glaður að ég verði hérna til að horfa á þetta og lýsa. Ég veit ekki með þig hvort þú verður með mér hérna í næstu viku eða ekki? Því miður. Nei, ok, það mátti reyna. Gaman að vera með þér hérna í stúdíónu. Ég ætla ekki að halda okkur hér mikið lengur þar sem við erum búin að vera hérna frekar lengi í dag út af smá töf og síðan mörgum leikum. Þetta var gríðarlega skemmtilegu dagur og ég segi bara takk fyrir okkur og sjáumst í næstu viku.